velkomin að Rauða borðinu. Við höfum fengið fólk til að koma hérna á Rauða borðinu undanfarið og til að segja okkur sjúkrasögu sína og hún Gunnhildur Hlöðversdóttir kemur hérna í lok þáttarins og segir frá sínum sjúkdómum og reynslu af heilbrigðiskerfinu og samfélaginu, hvernig það vera veikur. Þóroddur Bjarnason prófessor í félagsfræði, sérfræðingur í byggðamálum og ég ætla að ræða við hann þróun byggðanna í ljósi tæknibreytinga og kannski túrisma og öðrum ástæðum. Ísland svolítið að breytast og breytast hratt og breytist hratt hvaða málið það skiptir að búa í sveit eða borg. Það voru femíníska fréttir hérna á eftir, Margrét Pétursdóttir, Sara Stef Hildar og María Pétursdóttir segja okkur frá femínískum fréttum. Það Íris Björk Ágústsdóttir og Aníta Sóli Skeving Þórðardóttir standa fyrir undirskriftasöfnun þegar það hvetja Guðna T.H. forseta til þess að skrifa ekki undir útlendingalögin. Ég geti fundið þetta á netinu, hvernig þetta skrifa undir, en ég ætla að spjalla við þær þessa baráttu þeirra, hvað þeir sjá að lögunum og hvaða væntingar hafa til þess að Guðni svari kallinu. Ögmundur Jónasson staddur í Washington, ég ætla að hringja í hann og tala við hann um sölu og fjalli og það er líka að byrja að rukka fólk til þess sem vil horfa á Jökulsárlón. Hann fyrir nokkrum árum að þá var gerð tilraun til þess að hefja gjaldtöku við Geysi og þá ruddist Ögmundur þangað inn og eyðilega það var hætt við að hafa gjaldtöku og Geysi. Ég ætla að spyrja hann svona þessa einkavæðingu náttúrunnar sem í gangi. Það voru hækkaðir vextir í morgun heilt prósent, 100 punkta eins og sagt á Íslandi, 25 punkta í Bandaríkjunum. Ásgeir Brynjar Torfason, sérstakur gæt okkar Seðlabanka heima og efnahagslíf kemur hérna eftir og við ræðum við hann vexti og verðbólgu og kannski líka bankakrísuna, hvort að hún sé enn að éta upp banka í útlöndum. En við byrjum á fréttum dagsins. María, ég var kannski að skemma það fyrir þig, hvað var í fréttinum? Það náttúrulega vaxtahækkunin. Já, það er náttúrulega kannski vaxtahækkunin sem að bara ber hvað hæst. Já. Og hefur áhrif á náttúrulega bara fjöldamargar hluti í samfélaginu. Já, það var svona að vera að spá hinn á þessu, þeir sem að fóru hæðst voru hagdeildir bankana. Já. Þeir þú sem báðu mest, báðum 100 punkta og fekk það. Já, einmitt. Og Seðlabanki var svolítið svona aumur þegar maður að vera einn eftir í baráttunni, ríkið kemur ekki með honum. Ríkið sé ekki að gera neitt. Nei, og svo var hann spurður það, okkur þetta ekki gert, já það ríkið á að gera það, okkur þetta ekki gert, það ríkið á að gera þetta. Við höfum bara þessi einu tæki. Já, einmitt. En það náttúrulega hægt, það alveg rétt hjá honum, ég meina ríkið ætti náttúrulega komin með annað og það náttúrulega aðrir núna að bregðast við líka. Umboðsmaður skuldara að kalla eftir því að vaxtabætur verði hækkaðar Það sé bara fram á að það komi hálskefla. Já. Að fólk á eftir að missa húsnæði sitt. Já, já. Það bara þannig að fólk stendur ekki undir þessum húsnæðiskostnaði. Einmitt. Vilhjálmur Birgisson. Já. Hann var alveg æfur. Já. Sagði að þarna væri forsendur kjarasamninga brostnar. Einmitt. Beindi þessu svolítið út í vaxtahækkunina. Já, já. Kannski frekar heldur verðbólguna. Já. Einmitt. En við höfum nú talað með á þessum nótum þetta. Að forsetu þegar Vilhjálmur var að skrifa undir að þá leit út fyrir að verðbólgan yrði 5% og 10%. Já, þá voru vextir 5,5 eða 5,7 en nú voru það 7,5. Okkur fannst það nú nógu slæmt á þeim tíma. Já, þá stóð til að þetta myndi ekki hækka vextinir, myndi lækka yfir. Já, einmitt. Það hefur ekki gengið eftir. Það hefur ekki gengið eftir, nei. Og það voru reyndar fréttir sem að komu núna í morgun launavísitöluna sem að hún hækkaði 0,4% í febrúar en verðbólgan hækkaði 1,39 í febrúar. Þannig að það næstu 1% kjaraskerðing bara í þessum eina mánuði. Einmitt. Það munar þetta það. Bara stór alvarlegt ástand sko. Já, það alltaf brenna. Já, einmitt. Umboðsmaður
kom það ekki líka fram í Öryrkjabandalaginu samt umboðsmanninn? Jú, það var fulltrúi frá umboðsmanni var með erindi á málþingi upp í satt á lögið öryrkja í dag og þar kom fram að allt upp í 40% þeirra sem leita aðstoðar hjá umboðsmanni skuldara síðustu árin eru öryrkjar. Það er svona rokkar aðeins á milli ára en það er svona, bilinu 30-40%. Já, ég veist að segja 30-40% af þeim sem eru tekjulægstir í samfélaginu eru öryrkjar. Þannig að þetta ætti nú að vera Ríkisstjórnin var líka gagnrýnd á þingi, verklaus sem nú klassíska gagnrýni á hana og náðu kannski skilið að því að hún breyst ekki við. Það var nú Bjarkey Olsen var nú samt aldrei fram að mótvægisaðgerðinni gagnvart þessari verðbólgu vöxtum hefði komið fram. Það er náttúrulega bara, þau eru náttúrulega bara alltaf að tala ríkisstjórnina, þau hafi hækkað svo örorkubætur og þau hafi nú bætt í barnabætunar og þau hafi nú þetta og hitt. En það fylgir aldrei sögunni að þetta náttúrulega hefur bara rýrnað alveg bara leið, Það kom líka í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gefur út vísitölur bæði kaupverðs eða íbúðaverðs eins og það kalla og leiguverðs og leiguverði kom í dag. Þá hafði leigan hækkað í febrúar 2,05% og þar með farin öll hækkun leigu bótana eða húsnæðisbótana sem að voru áramótin. Þannig að þetta er allt brunnið. Þetta er allt brunnið upp, Brunnið upp. Og það standað spjótað ríkisstjórninni, stjórnarandstaðan var í svona ham. Ég held að Helga Vala hafi notað frasa sem að Bjarni Benediktsson notaði gagnvart vinstri stjórninni svo kallu eftir hrun, skilið lyklunum. Þegar að því að ríkisstjórn Jóhönnu, stundu kallu ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms. Akkur er ekki bara ríkisstjórn Jóhönnu. Þessi ríkisstjórn er ekki kallu ríkisstjórn Katrínar og Bjarna. Nei, hún er alltaf bara ríkisstjórn Katrínar. Ríkisstjórn Katrínar. En þegar að svo ríkisstjórn var náttúrulega eiginlega verklaus síðustu 2 árin, af því það var hún gæti ekki komið sér saman eitt en eitt, eins og þessi ríkisstjórn. Og þá sagði Bjarni skilið lyklunum. Það hljómaði náttúrulega að því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur litið farið með völdin, Bjarni líka einn af engengunum, þannig að þetta er bara valdastéttin á Íslandi sem að fannst eins og hann ætti lyklana, bara komist yfir og fyrir ykkur að slísni. Já, akkurat. Helga Vala sagði þetta í dag, skilið lyklunum. Þetta var eiginlega dagur svona, ég veit ekki hvað, ekki reiði kannski? Jú, svolítið svona bara óróa dagur. Já, Kristján Þórður, forseti, hvað segir maður? Sitjandi forseti. Hann hefur ekki verið kjörinn forseti, sem er sitjandi forseti. Hann sagði að ríkisstjórnin yrði að koma fram með eitthvað aðgerðir. Já, einmitt. Jú. Opinberir starfsmenn komu ekki fram með það, veistu það okkur? Þeir eru lokaðir inn í karphúsinu. Og ég held að þetta komið bara 4 vikur sem þetta fólk er búið að loka yfir. Ekki bara séð þetta fólki. Ég segi alltaf að þessu lokaðir yfir engu, af því það er ekkert á borðinu. Nei, það er ekkert á borðinu. Ekki til að semjum. Heyrðu, það er fleira sem er gagnrýnt á þingi. Ráðuneytin auglistu til dæmis ekki Þetta var ekki á þingi þannig að með spillingarsamningana Nei, þetta var Bjarni Már Magnússon sem ég er að segja að það beinist að þinginu Já, nei, þetta beinist að ráðuneytunum Já, eða ráðuneytunum það eru, bæði var þessi samningur ekki auglistur, það eru samningar sem hafa ekki verið auglistir fyrir mörgum 13 árum síðar og það eru ennþá 300 samningar óbirtir. Já, það sem er merkilegt þetta, hann tekur milliríkjasamning spillingu og hann var skrifað undir hann heldur 2003. Já, einmitt. Eða eitthvað, nei, hann var eitthvað held ég aðeins eftir hrun Já, það var eftir hrun. En hann var ekki auglýstur og þar tekur hann ekki gildi á Íslandi fyrir enn í ágúst í fyrra. Og að því þetta er spillingamál og tengi ef að þú ert staðinn að spillingu til dæmis í Namibíu að þá er þetta til þess að styrkja það að sé hægt að lögsækja það hérna heima en með því að þetta var ekki auglýst fyrir í ágúst í fyrra og þá var náttúrulega brot samherja í Namibíu áður en þetta var auglýst
og það er ekki gefið, ég held að Bjarni tekið það fram, það er ekki gefið að þar með sé ekki þetta sakfella menn sem að verða vísir að spillingu í öðrum löndum, en þetta veikir það. Þetta veikir það. Og minnir okkur á að Samherji í máli Seðlabankans gegn Samherja, eða sem var byggt á athugasemdum Seðlabankans, að þá féll máli vegna þess að ráðuneytisstjórinn hafði ekki auglýst á réttum tíma. Þetta er náttúrulega alveg bara galið að einmitt. Þetta er stjórnsýsla Sjálfstæðisflokksins, hún er svona. Já, hún er svona, það er nefnilega málið. En láta alltaf eins og þú veist að öðru sér ekki trista til að fara með skilja líklónum hrópaðir. En raunverulega er slóðin eftir það alveg. Bara skuggaleg. Já. Herðu, við höfum nú gagnrýnt stundum með RÚV hérna undanfarið. Já, það er svona... fyrir hvernig þeir fjallum málin og núna hafa þeir verið náttúrulega í rosalegum virkjunaham og eru enn. Þetta er alltaf fyrsta fréttaðum? Þetta er alltaf fyrsta fréttaðum. Nú er það í Kastljósi? Já, bara orkuskiptin, nú verður að fara að virkja meira og svo bara eru viðtalið við Bjarna og einhverju, það verður Guðlaug Þór, og Hörður í Landsvirkjun. Það verður að beisla vindorkuna og allt þetta. Þetta lítur eins og auðvitað verða Íslendingar að standa sig í orkuskiptum og það er líka bara þjóðslega hagkvæmt eins og hefur verið bent á, þetta er öryggismál í dag, að vera ekki háður því að vera að kaupa olíu af nákvæmlega, Úkraínu, nei einhverjum það kaupum við mest að Nóri þetta hljómar að þetta er alltaf að vera að tala ég held að öll orkan hérna kom frá Nóri þannig að alltaf látið eins og þetta geti komið frá Sádi-Arabíu eða Rússlandi en það er talað um það en svo er það líka bara gjaldeyrisparandi og auðvitað verður við að standa okkar plikt en við erum náttúrulega að fá þannig að við munum ekki bjarga global warming en alltaf þegar RÚV kemur með þessa fréttir að við verðum að fara að virkja alla sprænunar sem að engengarnir hafa verið að kaupa og virkja vindin sem að engengar og félagar í Sjálfstæðisflokknum hafa verið að kaupa til að eru með fyrirætlanum að gera þá er alltaf birta myndir af skógum í Kaliforníu að brenna svona eins og að engengarnir verði bara að fá að virkja annars bara brenna allir skógar í heiminum þetta er ekki alveg þannig Nei, en þessu er stilt upp þannig nefnilega og svo er stilt eða var hún ekki Auður sem er framkvæmdastjóri lands Auður Anna Auður Önnu Kristjánsdóttir Já Hún var sem er andmæla sem er náttúruvernd sem er svolítið svona þetta er ekki loftslagsfélag þau vilja ekki venda en þetta mál varðandi það hvort að við förum og virkjum allar sprænundar sem engengar eiga eða vindin er ekki endilega, það er ekki bara sá vinkill að því hvort að við eyðileggjum náttúruna þetta er það líka spurningum hver á að virkja er búið að ganga frá auðlindahlutunum hvert er auðlindagjaldið að vindinum er það þannig að ef ég á einhverja sprænu og ég seti virkjun er ríkin að koma og sækja orkuna til mín eins og það er núna eiginlega gengið frá til þess að þetta sé samkeppnismarkaður það er alls konar svona hlutir sem að er raunverulega allt eins, ég vil ekki að segja þessi ekki mikilvægt að ræða náttúruna en það er allt eins mikilvægt í þessu máli miklu fleiri álitamál þessi snúið upp í bara þeir telja sig geta unnið það með því að stilla upp myndum af skóum í Kaliforníu brenna og við græðum svo mikið á Landsvirkjun og eitthvað svona þetta virkar svolítið bara eins og skipulaður áróður þetta er það náttúrulega bara alveg augljóslega og þannig er það að því að fjölmiðlarnir er svo veikir að þá geta öflug hagsmunasamtök stilt þessu svona upp og stundum virkar það eins og RÚV sé að láta nota sig nema RÚV sé bara í liðinu, ég veit ekki annarkvort er RÚV í liðinu eða það er að láta nota sig og er einhvern veginn ekki og vantar allar svona sjálfsgagnrýni á hvernig þið fjallum hlutina en við getum ekki röfla svona, María, við erum bara að gera það betur en við erum að fjalla betur þessi mál heldur RÚV gerir ég held það þú gerir það við erum að taka einhvern póla á þetta herðu, já það voru fleiri svona, erfið mál í gangi í dag. Það var einstaklingur sem hótaði að kveiki í sér fyrir utan útlendingastofnun í Kópavoginum. Maður þarf að vera mjög örvandi kvöldu til að gera það. Já, einmitt. Óánægju með afgreiðsluna.
þannig að þetta svona, já. Ég ætla að tala við ungar konur hérna eftir sem að eru mjög ansnúnar útlendingastöfnunni. Einmitt. Og það var, já, einmitt, það spurning líka, þær eru með undirskriftasafninu, það gerir ekki hægt að skrifa undir það einhvers staðar. Já, nú manni, hvað heitir eitthvað, skorum á forsetann? Já, það heitir eitthvað svona Guðni TH eitthvað. Já. Skorum á forsetann. Já. Ég held að þær sé að fjallumynda einmitt á svona mannlegum grunni, að eins og örvending þessa mann sem ætlaði að kveiki í sér. Já. Hver ábyrð okkar hvort við getum við hort. Akkúrat. Einmitt. Getum við hort. Já. Þannig því. Herðu, uppbygging Carbfix við Straumsvík hefur verið gagnrýnd. Þetta er skemmtilegt mál. Já. Davíð Arnar Stefánsson í Vinstri grænum. Sem náði ekki inn á þeir höfðu bæjarfulltrúa í Hafnarfirði mistan. Já. Ekki misti allt nema einn í Reykjavík eða ekki. Einmitt. Og hvort er þeir sem einn í Mós og ég man ekki. En þeir eru ekki með marga bæjarfulltrúa hérna á höfuðborgarsvæðinu. En hann er að segja að það var undirskriftasöfnun fyrir nokkrum árum. Já, 2007. Stækkun álversins í Straumsvík og það var fellt í bæjarkostingum milli bæjarbúum. Og hann er að segja að þessi uppbygging Carbfix í kring sé jafnstór. Já. Og bendir á ýmsa hluti talandi svona áróður, það var eitt svona áróðustryggs í þessu. Það eru 75 miljardar af vatni þarf til þess að búa til 300 miljónum tonna. Þannig að annars tonn og hittur lítrar sko, þannig að maður er eiginlega að þýða þetta yfir. Þetta er samt, held ég að sé að þú eru sko 2500 lítra vatni til þess að koma 1 kílói af koltvísýring ofan í hraunið. Þannig að 300 metra niður eða hvað þið fara með þetta. Þannig að undir Straumsvík er einn stæðsta neðanjarðar á landsins. Já. Sem að það var að vera fjallum þetta verið mörgum árum og kannski segja bara ykkur villisög en hún var, þetta mælana bara, hún var 1/3 Amazon eða eitthvað, hún var ríkalega stór. Okay. Og það ánsett að nota þetta vatn, hluta þessu vatni til þess að dæla svo ofan í. Og hann er að segja að svona, ég meina eins og þú varst að segja með annar mál, það er bara, þetta er ekki rætt almennilega hvað þetta er. Nei, þetta er bara að láta lítið út eins og þetta sé eitthvað stórkostlegt snjallt mál. Margir sem hafa gagnrýnt þetta líka. Þetta sé bara eins og námuvinnsla. Já, þetta er svolítið svona eins og er þetta ekki samt svolítið svona eins og öfug námuvinnsla? Eða eitthvað neinn, ég veit það ekki. Ögmundur, hérna sem ég ætla að heyri á eftir, hann segir alltaf að þessu svo margir sem ætla að græða á grænu. Já. Það sé eiginlega stemmingin sem er í dag. Það er stemmingin sem er í dag. Það er bara skuggalagt líka, svo ég noti það orð nú aftur hérna. Það er kannski nafnið á sérinni sem við ættum að gera hérna á Rauðaborðið, grætt á grænu. Já, grætt á grænu. Og reyna að kortleggja þetta hvað er í gangi. Já, ég held að það væri mjög forvitnilegt. Herðu, er það meira? Já, herðu, Millan kaupir Gunnars majónes. Þetta verður kannski framhaldssaga. Það er alltaf einhver framhaldssaga. Samkeppnis eftirlitið feldi kaup Finnsson á Gunnars majónesi. Með frægri skýrslu upp á 160 síður sem var, ef einhver vill fá að vita munin á majónesu og sinnebi, þá er þar kafli það. Herðu, og svo er það gjaldtakan á Jökulsárlóni. Já, hvað finnst þú það? Herru, mér finnst... Þú voru að koma verið skofun á þessu, þetta verið heitt mál. Já, mér finnst sko alveg að það með einhvers það taka sko hérna skatt af ferðaþjónustunni, það finnst mér bara alveg lykilatriði, en gistináttagjald? Og gistináttagjald og eitthvað svona, en að rukka fólk inn á bara svona náttúruna, það finnst mér alltaf pínlítið vafasamt. Já. Og mér finnst bara, fyrsta sem ég hugsaði var bara svona, já, þetta er svona staðurinn sem að fjölskyldan stoppar alltaf á þegar þú veist, keyrt austur á ættamóti eða eitthvað. Það er nú, en ég meina, maður sér bara frá veginum. Já, sér það alveg helling, sko. Þannig það verður kannski settu veggur sem maður horfi ekki ókipis. Ég var einmitt að hugsa það. Ætli maður getur stoppað eða hvernig verður þetta. Þannig að hérna, mér finnst þetta svolítið pínuliti svona. Það er hérna eina aðferð við að rukka, þá er búin til passi. Já. Þú getur gengið í National Trust eins og er í Bretlandi.
þá þarftu ekki að borga inn Nei. og þá það að hugsa þannig að þetta svona sama trikk svo notað í bátana í Fenjum, þannig ef þú býrð þarna þá getur þú keypt sem að dugar bara allt árið, en ef þú túrist þá kaupir aldrei passan sko, þú borgar alltaf sko of mikið. Og þeir nota þetta, hafa byggt upp mjög góða móttöku í öllum stöðum, byrjuðu á Stonehenge, náttúrulega því að við allir vildu fara þangað, þannig það dældust inn penningar og þá notuðu það til þess að byggja upp alls þar annars stað, sko. Og það svona, þá ertu raunverulega rukkaður, stundum þetta þannig að það eitthvað svona hús, þú lappar inn og borgar þar eitthvað staðar og svo verðu út í staðin annars staðar. Já, uppbyttu svo, ég ætla aðeins að klára, en á Írlandi, þeir vildi ekki fara þessa leið. Nei. Og þá það þannig að það kannski bílastæði, það kostar að leggja þar, en það kostar aldrei neitt að skoða. Það bara eins og með heilbrigðisþjónustuna í Þýskalandi. Þú borgar ekki neitt til að fara til læknis, en þú borgar alveg formúða fyrir að leggja bílnuðinu fyrir utan. Og hvort vil þú? Ég vil það frekar að þú getur tekið strætó, en þarna í þessu tilfelli, þá til dæmis, þú getur kannski ekki farið fínt út að borða ef þú átt ekki mikið penning, en þú getur allavega farið og skoða náttúruna. En nei, þú getur það ekki heldur. Skilur, mér finnst þetta ekki til lagi. En ég held að fólk þurfa að vera ykkur umræð þetta, því að ég held þetta eins og margt hérna, þetta getur bara oltið yfir. Það slætar bara gegn. Það komið á Jökulsárlón og þá segir ykkur bara, ég vil ekki bara eitthvað hér. Ég veit það. Svona gerst það í Íslandi. Já, Herðu, en ég ætla að tala við Ómundu þetta líka. Já, frábært. Af því að hann hérna, mannstu því, þegar hann fór á Geysi. Já, ég man eftir því, þegar hann fór á Geysi. Hann hérna, ég segi ekki Rosa Parks. Rosa Parks okkar Íslendinga. Settist í villasæti. Hann tróð sér og horfði og eyðilagði það. Hann var aldrei rukkað inn á Geysi. Nei, einmitt. Herðu, þá komið. Já. Herðu, við ætlum að halda áfram að tala fréttir dagsins við Ásgeir Brynjar Torfason hérna í Augnablik. Já, það dýrtíðin sem að éta upp kaupmáttinn, það vextirnir sem að drepa alla og vextirnir sem að fella banka út allan heim. Þeir voru að hækka í dag, Ásgeir Brynjar Torfason. Reiknaðirðu með heilu prósti á... Nei. Það varst ekki að spá kannski? Ég svo bjartsýn, ég var alltaf að vona að það gert minna. Sko. Þetta eiginlega það sem þeir sem að báðu mest, báðum þetta? Já, það eiginlega myndi mig á bara leiðari Financial Times í mars 2008. Þá var hækkað sko 1,25%. Já. Upp í 15% stýrivexti. Við erum konið þangað. Og þá var verðbólgan þetta bara 4% sko. Nei, þetta átti kannski að vera tricks til að reyna að slá hana hratt niður, en ég bara ekki að sjá það gerast sko. Nei. Þú varst með ágætis viðtal við Þorvald Gylfason einum daginn með munin á kostnaðarverðbólgu og eftirspurnaverðbólgu. Ég var að reyna... Það var vitlaust tæki sem hefur verið það. Já. Sko... Þannig að slökku eld með sverði. Og sko vandinn liggur að hluta til í þessu sem að
þið rædduð og við höfum nú rætt áður líka að þegar það til svona mikill penningur í samfélaginu að þá í svona mikill verðbólgu vill sá penningur gjarnan fara í fjárfestingar og steinsteypu eða eitthvað örugt sko. Þannig að við erum með svona tvo krafta sem tóa mútið hvort öðrum og þó að sjálf verið rétt að því nú var ég í Silfurinn helgina og það var mjög fín úttekt Vilhjálms hagfræðings hjá BHM álagningunni fasteignamarkaðnum og alveg rétt greining þar að með við allar tölur og staðreyndir þá ætti fasteigna verða að fara niður en ég ekkert viss að gera það. Það var mæling í gær, það var ekki að fara mikið upp en það var ekki að fara niður, fasteignaverð. Svo náttúrulega kom í dag leiguverðið og það er bara eins og raketa sko. Þannig að sko sem bara þetta er bara eindóma slæmar fréttir sko. Já. Sko það sem var síðan núna seinnipartinn stýrivaxtaákvörðun í Bandaríkjunum, hún var þó 25 púntar, þar voru sumarattinnar farin að tala og vonast bara 0 jável sko. En hann hafði gefið til kynna í þingnefndinni, hann rétt áður en Silicon Valley bankin fór að það yrði kannski 0,5%. Það fór bílbeggja. En sko þar verðbólgan komin í 6%. Hún var 8% í fyrra. Þeir munu líklega toppa í 5,25, þeir eru konur upp í 5 núna þar. En ekki fara að lækka fyrir kannski á næsta ári. En sko þar uppsveifla líka, það er ekki eins mikil hagvöxtur að gera, en þar þessi sami vandi í viðbútt við að fjármálakerfið síðan að verða fyrir áhrifum á þessu. Þannig að sko Evrópski Seðlabankinn hækkaði 0,5% líka í síðustu viku en er bara komin upp í 3% sko. Englandsbanki mun hækka á morgun. Þar komu verðbólgutölur í dag. Það voru mjög háar. Já, hér með byggastuð. Þannig að sko, þetta er svolítið eins og að mann sé að missa tökin á verðbólgunni. Hún er komin til að vera. Það var sko minnst á það í ræðunni blaðamannafundurinn hjá Lagarde þegar þau hækkuðu. Þá myndist hún í fyrsta sinn opinskátt á að vandinn væri að hagnaðurinn hjá fyrirtækjunum væri að fara upp. Þannig að það væri byrjað þetta, þau kallaði þetta ekki höfrungahlaup eða heldur tit for tat eða þar sé að fyrirtækin séu farin að gardera sig, verja sig fyrir launahækkunum og auka hagnaðinn sinn. Á forsíðunni í Financial Times í dag er mjög merkilegt graf sem sýnir hvernig hagnaðarhlutdeild fyrirtækjana sem hlutaverðisaukanum hefur ekki verið svona há eins og núna síðan rétt eftir seinni heimsstyrjöld og hún er svona kannski 8 sinnum meira en hún var lægst aldamótin en helmingi meira en hún var bara fyrir stuttu sko. Þessi hlutdeild hagnaðarins í þannig að það er hlutið að bara stjættastriðinu, það eru þeir ríkustu eru bara að taka meira til sín. Þetta er brönd það. Já. Þetta er ekki eitthvað svona efnaðslegir kraftar sem að valda þessu, þetta er bara þeir eru bara að taka til sín sem að geta það. Og ég meina, sko mundu það stýrivextir, sem heitir meginvextir Seðlabankans. Þetta eru vextir á 7 daga bundin innlán. Það eru, ef lest yfirlýsinguna, það eru nokkrar vaxtatölur þannig, fyrir bundi í mánuð eða bundi yfir bara 1 dag, 1 nótt og það er að segja þannig að bankarnir eru að fá núna 7,5% borgað á peningana sem eru skilduðir til að hafa inn í Seðlabankanum og auka peninga sem þeir geyma. Sem er hvað? Ávöxtur svo getur hvergi fengið annars þar? Ég meina, ég held að hjá Indó getur þú fengið kannski 4%, þeir hækkuðu sitt 1% úr 3 í 4. Þannig að þú veist, sumir myndu kalla þetta óþarflegan opinberan stuðning til fjármálakerfisins. Áttu við það að þetta séu svo háir vextir að bankarnir séu síður að fara að lána til húsnæðisuppbyggingar eða eitthvað slíkra hluta? Er það orðið svo? Sko, ég veit ekki, hann var með á fundinum svona einhver tilmæli til bankana þeir væru með meiri ágjur núna útlánunum til fyrirtækjana en ég meina þá meinar að útlánin var í hættu
að aukin fjármagnskostnaður getu sett fyrirtækin í vanda, þannig að útláninu væri hættu, það var að tala um það ekki? Já, ég skildi það nú meira sem að til að kæla sko að bankanir ættu ekki að vera... Lána minna? Já, þeir ættu að reyna að lána minna að því að nú búið að kæla húsnæðismarkaðin, þannig að hann er að hækka, en sko fyrirtæki, ferðaþjónustan er uppsveiflu, fyrirtækin í svona hagvexti er ekkert að fara hlýta einhverjum tilmælum að bíða með að fjárfesta út af því að vextin er orðin svona háir. Ég meina sum þeir eru með það mikið fjármagn og önnur sjá útreikningin það góðan af fjárfestingur og jafnvel þó vextin séu svona háir. Því að vandinn er kannski að það er þegar allir fara bara að reikna með þeim áfram. Verðbólgunni? Já. Og vöxtunum? Já. Og það er að gerast? Já. Það er engin sem að trúir því að verðbólgan allt í einu bara búm. Það er ekki þannig. Nei, það er sko búið að ná henni niður í Bandaríkjunum. Við vorum að leika okkur að skoða matseðil á veitingastað sem á að fara að opna, þar sem að var að selja sko hrærið egg á 2200. Já. Þú veist, það er stundum með verðið er orðið sko svo stjarnfræðilegt. Sko. Já. Það er sko, það var eitt annað merkilegt ef maður horfði á fundinn. Og þetta kemur svona í lokin, svolítið eins og því Þorvaldur voru að tala um að það væri byrjað að tala um ójöfnuðin. Það var í lokin á þinglendafundinum og það var að Seðlabankastjóri fjármálastöðleika sem er lögfræðingur sem að svaraði spurningu formanns efnahags- og viðskiptanefndar um hvort þeir gætu gert eitthvað meira en vextina og hann sagði þið verðið að gera eitthvað, stjórnmálin verðið að gera eitthvað fyrir fórnarlömbin af þessum harkalega aðgerðum okkar. Sem eru bara að hrynja inn til umboðsmanns skuldara og víðar. Og það sem var merkilegt síðan í fundinum í dag, það sem var að Seðlabankastjóri peningamálana, að hún sagði, tók það fram að það væri sín persónulega skoðun en ekki að það sem svar við spurningu hvað var þetta að gera, einmitt annað. Og það væri að stjórnmálinn hjálpu til með því, og það var nýrtónn, ekki bara með að draga útgjöldum, heldur með því að draga peninga út úr hagkerfinu, þar sem hún sagði nánast að það er að hækka skatta. Þetta voru við nú hér að tala um og maður var eiginlega sko frekar mikið skammaðar af hagfræðingastéttinni fyrir að þetta þýtti nú ekkert og virkaði ekkert sko, þannig að ég vona að það fara að heyrast meira af svona röddum það og þá aðgerðir sem fylgja því það verður að ráðast á hana vanda úr mörgum áttum. Sko ef að stjórnvöld og ríki gerir ekkert og verðbólgan heldur áfram og Seðlabankinn heldur bara áfram að hækka vexti þá stefnum við í sko stórkostlegan skaða í samfélaginu sem að þú veist að verður eins og sko sargi allt hérna í vor yfir allt sumarið og í haust verður hér bara verða svo margir í sko stórkostlegu vanda. Það er ekkert sem að ver kjaraskerðingunum núna, það er engar launahækkanir framöndan. Nei, og sko það er bara alþjóðlega mikið rætt um það hvernig að ná mjúkri lendingu og hvort að þurfa að keyra hagkerfið harkalega inn í stopp en hérna einhvern veginn er umræðan rosalega mikið einhvern veginn á þá veg að þetta sé nú bara eina sem ég hægt að gera og eins og að meiri hluti hagfræðingarna trúi því hreinlega að hækkun stýrivaxtana drægi verðbólguna niður og sem sagt muni ekki þennan gamal gróna sannleik sem að Þorvaldur var að útskýra hérna ágætlega hjá þeir með muni ná eftirspurnaverðbólgu og kostnaðarverðbólgu og ég meina og sko ja, það að vinna á eftirspurnaverðbólgun og reyna að keyra niður hagvöxtin inn í einhvern samdrátt bara með því að hækka vexti er verið að valda ansi miklum skaða og eiginlega verða meðhöndla sjúklingin
mjög illilega til þess að reyna að takast á við eitthvað veikleika sem allt annars þar og ekki að lagast við þær aðgerðir sem eru gerðar. Þannig að þetta ekki, ég get ekki verið bjartsýnn á þetta, ég get eins og að vera glaður að sko af bankakrísun út í heimi þá menn vilja kannski ekki tala um það. Og engin slæm frétt í dag eða hvað? Nei, fyrsta skipti í langa tíma. Það er sko nei og líka hvernig umræðan að breytast, ég bara sko Bloomberg skrifar, þú veist, nýr kapli í sögu kapitalismans núna skrifast eftir bankakrísuna. Martin Wolf, gamli hagfræði, aðalhagfræðingur Financial Times sem búin að vera með 2 mjög merkilegar greinar í framhaldi af Kísildalsbankanum og Credit Suisse bankanum bara að skrifa það bara hreint út. Ég meina, bankar eru að þykjast vera einkafyrirtækin eru raun og veru bara ríkisfyrirtæki. Því að ríki kemur alltaf á bjargar þeim. Já, og ef þú ert nógu stór og ef þú öskrar nógu hátt þegar þú lendir í vandræðum. Þannig og þessu verður að breyta og það þarf róttæka umbreytingu á fjármálakerfinu, segir Martin Wolf í En svona venjuleg maður eins og ég myndi segja er það ekki þá bara rétt að skilgreina bankana sem veitustofnanir og hafa þetta bara hálf óbyrgt eða óbyrgt? Menn er ekki svo róttækir hana úti? Nei, hann kemur með 4 tillögur og gerir sig grein fyrir að það verður kannski að velja svona tillögur 2 eða kannski 3 en ekki 4, við séum svolítið langt frá því en sko það sem er eiginlega... Það er ekki hægt að reka sko fjármálakerfi sem að veldur stórkostlum skaða reglulega og almenningu þarf alltaf að bjarga og svo þess á milli að þá er eitthvað menn að stjórna þessu sem að greiða sér sko laun eins og þeir hafi fundið upp alheiminn sko. Nei, og svissneska ríkisstjórnin stoppaði nú bónusgreiðsluna til Credit Suisse og þeir væru búin að lofa þeim eftir helgina og í Elizabeth Warren var í bandaríska þinginu að sko með republikana, þau náðu í gegn lagabreytingu núna í vikunum það væri ekki nóg að einhver innri endurskoðandi bandaríska seðlabankans myndi fara yfir hvort þeir hafi gert mistök varðandi eftirliti með Kísildalsbankanum heldur það er fengin utan að komandi aðeins til að rannsaka það. Veist, þannig að það eru sko að verða breytingar eins og verða alltaf. Þetta er bara eins og svona vilji til þess að koma staði hver meinsemdin er til þess að geta fundið upp leiðir til þess að gera það fyrir það. Já, það er kannski fyrsta skrefið. En það voru alveg svona umræður til dæmis hvernig þetta verið hægt að ná bónusgreiðslunum með að halda þeim eftir. Það var eftir 2008, 2010 og 2015. Svo það er alltaf tafðar eða ekki innleitar eða þeim leta af. Þannig að sko, þetta er svolítið svona þessi fjármálafræði sko, og sérstaklega varandi bankana fjármálakerfið, eins og þetta sé alltaf svona einhver hringur, maður sé upplega sömu myndir með önnur vísindi og fræði, þau svona þróast og læra af mistökunum, gera eitthvað öðruvísi næst og batna en þetta er svolítið svona upplifun eins og svo er líka skaði af þessu bönkum sem hafa verið ótrúlega miklar valdastofnanir og náð að umbreyta bara atvinnulífi sko þjóðana endalaus samrunni einhverja fyrirtækja og búið til eitthvað sko klastur út úr þessu sem að sko gagnast ekki neytendum, gagnast ekki starfsfólkinu, gagnast ekki samfélaginu en bara til þess að sé hægt að klessa þessu saman til þess að eitthvað fólk fái borgaða sko einhverja bónusa og sé hægt að búa teknikunum upp þannig að mögulega sé hægt að soga meira fé upp úr þessum fyrirtækjum og þau eru skilin eftir veikari sko, þannig að það verður líka bara að stoppa bankana í því að vera í bílstjórasætinu uppbyggingu atvinnulífs í samfélaginu. Já, ég meina... Hvað heldur að almenningu græða á því að lyfja fara inn í festi? Ekki neitt. Nei, ég meina þetta, ég man ekki hvort ég var búin að minnast á það við þig hérna áður, ég meina þegar það eru seldar út eignir eins og símamöstrin og það er einskiptis fjárhagslegur hagnaður en ekki valitur úr landi, borgun úr landi og þetta í eðlilegu umhverfi lækkar verði fyrirtækjun en ekki hækkar þau en ef þú kennir öllum bara eina kenningu hvernig vaxandi arður leiði til meira verðmætis fyrirtækis og ef allir trúa því og þeirri einu kenningu
að þá verðist þetta virka hér sem til hækkunar á bæði bónusgreiðslum og verðmæti fyrirtækis. Ég sá nú símamenn í einhverju að viðskiptablöðunum vera að segja að nú í sími miklu sprækari, sko, það verið að búið að draga úr honum, sko, alla möguleika til þess að hafa einhverja siglu, til þess að standa af sér einhverja hörmungar, sko. Já, þetta það samt selt eins og þetta sé jákvætt, sko. Já. Nú er að fann að heyra stóran eins og viðnámsdróttur, sko. Ég meina þá nú betra að eiga innviðina. Já, og ég meina þeir voru að hækka eiginfjáraukan á bankana núna, það kemur ekki til fyrir í haustinu og það voru kannski mistök að létta á þeim í sínum tíma í COVID-inu, sko. Þannig að það er svo, já, þetta er bæði vandinn ef það er ekki tilbúið að læra af reynslunni eða mistökum og taka gagnrýna umræðum og síðan að meginhlutanum til þetta ef að maður trúir á eina kenningu sem megin kenningun til að stýra öllu eftir að þá er svolítið hægt við í svona flóknum heimi og flóknum aðstæðum eins og við erum núna að það leiði til svolítið bjagaðra niðurstöðu því að sko það er opinskátt fjallað það í alþjóðlegu fjölmiðlunum hversu erfið til dæmis vaxtaákvörðun bandaríska seðlabankans í dag hafi verið að því að tóguðust á hlutverki fjármálastöðuleikann og að hækka nú ekki mikið vegna óstöðuleikans þar en á móti verðbólgu verðstöðuleikaverkinu og það er eiginlega engin góður valkostur þannig og ég meina hlutabréfamarkaðurinn fjall einhver 2% held ég eftir þetta en þú veist, þetta er þó svona einhvers konar verið að reyna að leita í jafnvægi verið að reyna að opinskátt gagnrýna líka núna hagna hlutdeildin á fyrirtækjunum og svona já og það virðist ganga betur þar að ná verðbólgunni niður heldur en í Evrópu. Eitt sem að að þú nefndir hann Þorvald hann talaði að hættu við að hækka vexti væri að við getum lent í einhverju svona vaxtamunna braski aftur, myndu draga hingað inn. Ég sá það í morgun að þá var verið að tala að sko krónan hefði styrst líka fólk verið að fylgjast með svo gekk það nú tilbaka alls saman. Heldur að sé eitthvað svona hætta sem að verum í? Sko það voru nú sett svona flæði, og það var nú gagnrýnt á tímabili að þetta væri ekki að fylla upp og aflétta höftum en þetta er tól sem er tilbúið ef það fer að koma svona hot money sem það kallað þá er mjög auðvelt fyrir Seðlabankann bara að læsa það inn í 6 mánuði eða láta helmingin þurfa að vera bundin inn á reikningi í Seðlabankanum með þá lágu vexti sem eru þó 7,5% núna en þeir geta jáfnvel setta á einhverja aðra lægri vaxtareikninga þannig að það er svona en það er hættur að vera með hæstu vexti heimi já, það er alveg rétt hjá Þorvaldi og það er reynslan að því er ekki góð sko, þannig að ég hef nú ekki það mikla trú á að svona alþjóðlega fjármála kerfi sé að horfa svo mikið til Íslands en við þurfum ekki mikið sko til þess að nei og svo er það líka fristni svolítið í hjá mörgum á Íslandi eða kæmi svolítið innstreymi þá myndi krónan kannski styrkjast og það myndi lækka verðbólguna þetta er svona eitra peð ég verður ekki að treysta því að þeir séu að horfa á þetta og fylgjast með þessu í Seðlabankanum og passa upp á þennan stöðuleika Út í heimi þá er einu líka frétt að það voru skuldabréf AT1 sem voru bara strókuð út ég var eitthvað minni mig að ég hef reiknað að það væri svona eins og 2500 miljardar íslenskra króna sem hurfu og það er mikill skjálfti og nú eru ýmsir að hóta því að fara í mál við bara svisneska ríkið fyrir að hafa gert þetta og þetta eru náttúrulega lífeyrissjóðir og fleiri bara en þetta var ein af svona uppfinningunum sem var gerð eftir síðasta hrunið 2008 til þess að auka eigið meira það heitir additional tier 1 capital þannig að þetta er ekki eigið þetta er gerfi eða eigin fjár líki vil ég kalla það og þá var þetta sett upp sem heitir KUKU, svona convertible, breytanleg skuldabréf og er þá skuldabréfalán í viðbót en sem er bundið með eiginfénu þannig að það á að taka á sig
fyrsta tapið eftir að eigið fjár Fengu allt tapið bara. Já, en það gerðist núna að því að þeir voru að forða bankanum frá því að fara í þrot og það er nú alvorðið viðurkennt núna í Financial Times og alþjóðlegum miðlunum að þetta var bara svona látið líta út sem markaðslausn og samruni. Það var bara... Hann hefði ekki lifað af til hátíðis daginn eftir. Nei, og það hefði annarkvort þetta setja í þrot á sunnudaginn eða þjóðvæðan, taka niður ríkinu. Og það hefði komið í ljós að jafnvel þegar að Seðlabankinn veitti lausafjárðaðstoð á 50 og sagði bankinn stendur vel og hann fær hér nóg að lausafjár, að þá á sama degi, sama kvöld, hringdu þau í stjórnarformann UBS og sagðu þið munuð verða saminast núna helgina. Þannig að það var bara verið að kaupa tíma að þau geti ekki gert þetta yfir heila nótt og þú lokar þegar markar í Bandaríkjunum og lokar föstudag og þetta verið að koma með samning áður en Asíumarkaðurinn opnar á sunnudagskvöldi og verði breyttist úr 1 milljarði franka eða dollara í 2 enda í 3,25. Borga með hlutafé í UBS. Já og sko þarna urðu síðan þá þessir AT1 eða þessir skuldabréfaeigendur fúlir af því að þeir töldu náttúrulega eðlilega eins og svona hefðbundi struktúrin er við þrota þá eigi hluthafarnir að tapa öllu fyrst og síðan þeir en þarna var hluthafunum gefið smávegis upp í bara 1/4 af því sem það var á föstudeginum og bara 1% af því sem það var 2007. Þessi fengu ekkert sem áttu þetta. Nei. Það er til hellingur og svona bréfum í heiminum, alveg hellingur. Af alla banka út og suður. Þannig að heldur að þetta geti haft eitthvað svona, nú vill ekki eiga þessi bréf. Nei, það var ekki, það kom allavega frá Evrópska seðlabankanum í vikuna, þetta væri nú ekki svo stórt eða mikið hérna, þannig að sko, og ég meina, gleymum ekki hinnu, þessi skuldabréf bera mjög háa vexti, þannig að það er bara eðlilegt að tapið hættan og tapið fylgi innum háa vexti. Það á að fylgja mikil áhætta því. Já. Og þannig fengu þeir að kenna því. Og þeir fara í dómsmáli eflaust og það þarf bara að útkljá það fyrir dómstólum og hérna, það er nú erfitt kannski að sjá að svissnesku dómstólunum muni dæma gegn svissneska ríkinu. En þú hefur á tilfinningunni að það sé svona hlé á bankakrísunni, að við sem ekki að sjá eitthvað bankafalla í þessari viku? Nei, sko hlé, það er bankakrísa í heiminum. PacWest er eitthvað fyrirbrigði sem að er að berjast fyrir lífinu í Bandaríkjunum? Já, sko þetta er lítil. Ég meina sko í fjármálahruninu 2008 að þá var sko held ég 90 bönkum lokað og settir ekki nú þrótt í Bandaríkjunum bara innstæðu trygginga fyrirtækið sér bara þetta, tekur yfir, lokar, gerir upp og í Danmörku þessar fréttir komu nú ekki mikið hingað til þess eftir 2008 og alveg fram á allt 2009 og fram á 2010 var sko orðin sérstök deild í fjármálaráðuneytinu sem tók yfir banka á föstudegi sameinaði þá, splittaði þeim upp í góða hlutan og slæma hlutan og sameinaði góða hlutan inn í stærri banka. Þetta, ég veit ekki hvort það voru 10-15 svona litli sparisjóðir á Fjóni og urðu að fara inn í Fjónarbankan, þann stóra og þetta voru sko já, eins og ég segi, ég meina þetta var bara svona hreinsun sem fór í gegn en fór ekkert hátt að því að þetta var bara leyst á þennan svona hefðbundna hátt við að leysa úr vandræðum banka þú reynir að sjá til þess að þeir sem eiga innstæður finn ekki fyrir neinu á mánudagsmorgni og slæmu eigninar eða skíturinn, þú reynir að taka það yfir á sér efnarsreikning, sér kennitölu sem einhver getur undið ofan af, haldið úti eða selt bara upp í kröfunar og það er fullt af sjóðum sem eru til í að kaupa alls konar svona eignir og vindóna þannig að ég veit ekkert hvort að hérna það verði Þú ætlar ekki að gefa út heilbrigðisvottorð og bankakerfið? Nei, ég meina að þú sér þegar Bloomberg og Financial Times eru að tala nýr kafli í sögu kapitalismans það verði að endur skoða rótækt bankakerfið að þá er þessi bankakrís ekkert búin en ég ætla ekki að vera Svo verður náttúrulega að endur skoða þetta vegna þess að þetta eru skaðræðis stofnanir
Já, gerspiltar sko viðhalda sko bara glæpastarsemi og vinna gegn hagsmunum almennings eru með hálfgett samsari gegn stjórnvöldum til þess að fela skattfé og ég held ég að við sagt þetta sjálfurinn sko bankarekstur einhver einfaldasti rekstur sem þú getur stundað sko. Því að þú ert ekki að búa neitt til ég meina að búa til bíl eða síma eða ég vel bara sko, að rækta gott gremmeti þá þarftu að hafa aðstöðu gott hráefni, vökvað að sjá það, setja fullt til þess að búa til eitthvað gott eða eitthvað dýrt eða flókið eða fallegt og selja það og þú getur ekki selt það á eitthvað margfalt það sem það kostaði meðan að banki getur sko tekið innlán og borgaðir 1% af innlánsreikningin og lánaði út og tekið 8%. Já, labba bara inn í Seðlabanka og ekki 7,5. 7,5, já. Það sem er náttúrulega. Þannig að sko... Þeir framleiða sko, svo í Amerika Psycho, rosalega flott nafnsfjöld. Já, og sko tala hversu svona flókin þessi heimur sé, en í raun og veru þetta óskup einfaldur, raun og veru snýst þetta traust og hættan svo þegar það er svona auðvelt að græða mikið og menn, annarkvort ganga út frá því að þessi verði bjargað ef þeir eru nógu stórir, eða bara eflast svo við það að sjá hvað þeir hafa grætt mikið, að þeir það trú ekki að neitt býta á þá og svo breytist eitthvað í heiminum og verður erfæðar og þá reynir á sko, að það er í raun og veru og það er ekkert að skána, það eru margir bankar sem eftir að lenda í því því að það er ekkert breyst sko frá því í síðustu viku. Nei það er eiginlega verra umhverfi fyrir áhættusækna banka núna eða maður á það. Já, og verðbólgu tölurnar sem er að koma sýna það að það verður hátt vaxtastig lengur en við bjuggumst við og ég meina eignaverðsbólan sem er búin að myndast út af þessum lágu vöxtum svo lengi, að hún er náttúrulega búin að búa til svo mikið af þessum auð sem er þarna inn í kerfinu og einhver hluti af honum þarf náttúrulega að brenna upp í tapi eins og þessar og við munum sjá hlutabréf vera að lækka. Já, það er þetta spáður þú veist, það er eins og með að fasteignaverðið, já, það er margt sem bendir til þess að það ætti að fara að gera það er aldrei hægt að spá því. Á hinn bóginn toga síðan hinni kraftarnir sem segja þannig að það er alveg sko margt rétt í því að fasteignaverðið þurfa að lækka en síðan er skortur líka og margir með mikið kapital sem vilja þá festa það í fasteign frekar en að fá 2-3-4% vext á það þegar það er 8-9-10% verðbólga. Þannig að það er sko, já, þetta bara svona togar á móti hvort öðru og sannleikurinn er einhverstað hann að mitt á milli, við sjáum hann ekki fyrir. Við byrjum að tala um vextina, þú er ekki trúað því að herri vextir muni berja niður verðbólgu í Íslandi, af því hún er ekki þess eðlis. Nei, ég er sammála Þorvaldi sem var hjá þér hérna og ég held að jafnvel of miklar svona hækkanir geta kynnt undir bæði að viðhalda verðbólgunni lengur með því að nú kemur náttúrulega aukinn fjármagnskostnaður út í hvort sem það er húsin sem er verið að byggja eða bara reksturinn á fyrirtækjunum og síðan líka hitt að sko væntingarnar magnast upp verðbólgunni við þetta þannig að sko og þannig er þetta, eitt er penningamarkskenningin og það er svo margir að tala núna að þessi verðbólga sé út af ríkisútgjöldunum og hallanum og ríkissjóði sko, sem ég er ekki á því að sé megin orsökin en sko, það að nota ekki skatta til að draga penning út úr hagkerfinu er náttúrulega bara búið að fresta og auka á vandan en það að sko að þetta sé orðið svona dreift og út allt á breiðum grunni eins og kallað sýnir að sko já, hún er fann að talast upp á mörgum stöðum og þetta er það sem er svo erfitt að snúa við og ég held að það þurfi sko svolítið róttækar aðgerðir og þá meina ég ekki róttækar í að hækka næstum
1,25% og þar næstum 1,5% og stefna hér síðan upp í einhverja sko tveggjastafar stýrivexta tölu því ég held að það muni ekki ná að sko það líklegt þú fáir það og það líklegt þú fáir svar við að ríkið verði að gera eitthvað út af verðbólgunni að þú fáir það sem þú varst að segja að væri ákvörðat ekki megin orsök verðbólgunnar að það verður niðurskurður til þess að minnka hallarekstur ríkissjóði það langlíklegast að þú fáir það já Þú heyrir bara hvernig ráðherrarnir tala, þeir talið þess átt. Þeir eru bara að velja orðið að niðurskurður heitir aðhald. Já, en sko þegar það er komin nógu ræðilegt að tala svona, sko, þegar er komin vaxandi fjöldi heimila sem að sko nær ekki endum saman við erum búin að hafa tölur sem sína þetta en svo tegir á og þú bætir í yfirdráttin svo heldur þetta áfram sko að þá á endanum sko brotnar eitthvað þá spurningin er bara hvað brotnar þegar menn halda svona harkalega áfram og sko já, eins og ég segi ég held að þurfa eitthvað að gera sko til þess að stjórnvöld breyti stefnu varðandi talandi það erfiðleikana sem að koma út af verðbólgunni og út af vöxtunum á þessi heimili sem þú út að nefna að þá held ég rifjað upp við þig áður þar sem að Bjarni Benediktsson sagði á þingi og hann líka sagt þetta í viðtölum að það væri fráleitt fyrir ríkið að koma og draga úr áhrifunum af vaxtahækkuninni sem að Seðlabankinn er að setja til þess að hemja verðbólguna Já, en sko þetta er mjög sko skringilegur skilningur á því að sjá ekki munin á ríkisútgjöldum sem eru þenslukvetjandi eða ríkisútgjöldum sem eru í að styðja fólk við að vera með sko bara nefið rétt upp úr vatninu þar að segja fólk sem er annars að drukna eða sökkva að því að það veldur ekki þenslu, ég held ég hafi sagt þetta hérna áður, þó að það fólk fái stuðning til þess að kaupa sama magna mat og sama húsnæðisrými sem það er í með auknum bótum til þess að vega upp á móti auknum kostnaði því ég meina að það er nú ekki svo langt síðan við vorum að gera svona í COVID-inu til að halda efnahagslífinu á lífi og sko svo útgjaldaaukning olli ekki verðbólgu og verðbólgan núna er ekki tilkomin út því af hverju ætti hún að hafa beðið í 2 ár verðbólgan með að koma eftir þau útgjöld. Þau útgjöld fóru í sko svarthólið sem veiran bjóð til stöðvunina og bara til að halda lífi í þannig að það verður að losna út úr einni kenningu og einfaldri sín á veruleikan og geta hort á þennan flókna vanda sem við erum í með því að beita mismunandi kenningum og kreatífum lausnum því að hefðbundnu tólin eru ekki auðveldlega að fara að virka við þetta nema með nætli ekki. Geta bara gert ástæði vera. Ég er hræddur það allavega. Við verðum að vona að það talað einhverja þjóðarsátt, ég veit ekki hvað menn meina með þjóðarsátt sko, en ég held að það sé ekki alveg sama og þegar Gvendur Jaki var hér alveg eins og það er almennt talað í fjölmiðlunum úti að þetta sé ekki volkar ástand hérna 1980 það þurfa að horfa á þetta með öðrum hætti þannig að hvernig það verður gert er ekki auðvelt að sjá núna en allavega verður það ekki það er ekki trúverðugt að segja bara við munum halda áfram að hækka þar til að verðbólgan fer niður því það er ekki svo auðveldur umgögn að sína fram á hvernig það hefur gengið og aftur alþjóðlegi samanburðurinn líka við erum með miklu hærri stýrivexti en bara Norðurlöndin og verðbólgan er samt meiri hér og við höfum hækkað hér og við höfum hækkað meiri þetta er í Bretlandi líka en hún er á leiðinni niður í Evrópu og hún er á leiðinni niður í Bandaríkjunum að því að virðist
Já, það er komið skýrara merkjum með Bandaríkjum, það verður spennandi að sjá Evróputöluna. Það kom í gær samræmda evrópska vísitalan. Það fyrir februar. Og ég meina þetta verður bara óþægilegt áfram ég hræddur en vonandi verður að fara að taka inn svona meira af þessum örlitlu núansbreytingu sem ég er búin að benda á hér frá allavega þessum 2 varaseðlabankastjórum ef að það nær inn í vinnuna og nefndastarfið að þá er kannski von á að eitthvað breytist en hættan er að það verði oflítið og ofsynt. Já, við erum að vonast þess að einhverjir ákveðnir aðilar skiptum skoðun. Já, víkju út sjónarhornið og trú ekki á eina kenningu sem þeir lærðu einu sinni og noti hana sem skýringu á vandanum sem hefur verið haldreipið þeirra áratugum saman, þannig við skulum vona að það verði kraftaverk í austum og sumum. Auglýsa viðtalið við Þorvald og vona að fleiri horfa á það á YouTube. Það er nú farið víða. Kærar þakkir Ásgeir Brynjar. Takk fyrir. Nú ætlum við að vinda okkar kvæði í kross. Ég ætla að ringja til Washington og heyra í Ögmundi Jónassyni eftir augnablik. Það var selt fjall daginn til erlends auðsfólks og svo kom sama tíma frétt af því að það á að fara að taka gjald af fólki sem að vill horfa á Jökulsárlón. Fyrir nokkrum árum var reynt að setja gjaldtöku á Geysi og í Kerið og þá var maður sem að mótmælti því sem heitir Ögmundur Jónasson, hann er komin hingað, blessaður Ögmundur. Blessaður. Já. Hvað ætlar þú að fara í Jökulsárlón og krefist þess að fá að horfa á það á þess að borga? Nei, en ég fagnar því að fá að koma til þín til að ræða málið. Við eigum að sjálfsögða ræða þessi mál. Ég hef verið mjög andvígur þessari gjaldtöku almennt fyrir aðgang að náttúruperlum Íslands á þeirri forsendu að það er enginn sem á þessa náttúrufegurð. Hún er okkar allra og síðan held ég að þetta leiði að auki til mismununar sem er óafsættanleg. Á 19. öld að þá börðust sósíalistar og margir anarkistar fyrir því að stækka almannarýmið og menn horfðu til almenningsgarða, menn horfðu til bókasafna og safna almennt og það eimir enn eftir að þessu í Bandaríkjunum, þar sem ég er staddur núna. Að þið fariðir á söfnin stóru söfnin í miðborg Washington, það er allstaðið gjaldfrítt. Þegar fariðir í dýragarðin í Washington, það er gjaldfrítt. Og það er ekki svoleiðis að maður sjái eftir peningunum nokkrum dollurum eða 100 köllum. Heldur, er eitthvað annað sem fylgir þessu, að þú ert boðin velkomin eða það eru settar einhverjar skorður. En síðan getur þetta náttúrulega leitt til þess að það verði efnahagsleg mismunun. Ef þú tekur gjald á við hverja náttúruperl á Íslandi, þá kemur að því að efnalítið fólk að það færi ekki sama aðgang að náttúru Íslands og þeir sem hafa meiri efni. Þetta er bara staðreynd. Jökulsárlón, ég las það einhvers staðar að þetta var í 1000 krónur fyrir að stoppa og horfa á Jökulsárlón. Menn fara til Þingvalla og þar ertu rukkaður líka. Kerið náttúrulega en þá rukkað fyrir en sem betur fyrir að þá var fallið frá gjaldtöku á Geysi og ég vil hreinlega hafa þetta algjörlega frítt og þá kemur að henni spurningunni hvað þá með fjáröflun til náttúruverndar til að hlynna þessum náttúruperlum og svo framvegis. Við erum að ná í þessa peninga með öðrum hætti. Við erum að gera það til dæmis með gjaldtöku á ferðamenn sem koma til landsins. Alla ferðamenn, hvort sem eru íslenskir eða erlendir. Þetta væri miklu heppilegri ráðstöfun held ég en svo að rukka við hverja náttúruperlu. En það er ekki mikil andmæli við þessu með Jökulsárlón. Ég hef ekki orðið var við það. Hefur þú orðið var við eitthvað andmæli þessu? Að það sé verið að rukka annað? Ég er nú alltaf að hlusta á sjálfa mig núna og ég hef mjög ríkar skoðanir á þessu en staðreyndin er svo að
þegar að skoðuð þetta mál eins og svo mörg önnur, hvort sem það kvótakerfið, einkavæðing heilbrigðisþjónustunnar eða þetta landsalan eða rukkun við náttúruperlur, það þjóðarviljinn, almannaviljinn mjög á einn veg. Það hafa allar kannanir leitt í ljós. Og ég man eftir því að þegar að umræðan stóð yfir breytingar á lögum fjárfestingar útlendinga í landi og reyndar auðmanna í landi, að þá var kona suður í Hafnarfirði, Jóna Imsland, sem ein á báti réðst í að safna undirskriftum og hún afhendi þessar undirskriftir ríkisstjórninni. Það voru 10.000 manns sem ein manneskja safnaði. Hvað segir þetta okkur? Þetta gefur vísbendingu hver svona almannaviljinn og ég held að það sem að fólk geti verið sammála og eflaust sammála að við viljum hlúa náttúruperlunum, við viljum fá peninga til að byggja göngustíga og gera það þannig úr garði að aðkoman sé ásættanleg, hafa salerni og svo framvegis. Og þetta allir sammála en á hinn bóginn vilja menn held ég fara aðrar leiðir til að afla fjárins. Ég held að það sé svona hinn almenni vilji. En það daginn var skessuhorn selt til kanadískra hjóna sem áttu efnum fjalli. Hvernig slærir þetta þig? Sko, ég hef hort á þetta svona með margt í huga. Sko, eignarhald á landi allt annað, hefur allt aðra þýðingu nú en það hafði fyrir 50 árum, allt annað. Land var notað til landbúnaðar, nú horfa menn til annara hluta, menn horfa til vassins, menn horfa reyndar upp í lofti líka til þær vindurinn, menn horfa til möguleika til orkunýtingar, menn horfa til vassins, menn horfa til annara þátta. Árið 1998 þá var gerð breyting á lögum rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu. Lögin hétu það. Þetta var árið 1998 voru en örlagaríkasta breyting á lögum sem hér hefur verið gert. Og hún fór það í sér að lögfesta að eignarhaldi á landi fylgdi allt þar sem undir landinu öll efni í jörðu. Og það tekur til frumefna, efnasambanda í föstu formi, í fljótandi formi, óháð hitastigi. Við erum að tala um heitt vatn, við erum að tala um kalt vatn. Þetta fest í lög árið 1998. Við þessa lagabreytingu að þá fær eignarhald á landi allt aðra pólitíska, efnahagslega og fjárhagslega þýðingu. Hún skiptir máli á annan hátt en áður var. Og í ljósi þessa meðal annars að þá hef ég viljað horfa mjög gagnrýnið á hverjir þeir eru sem öðlast eignarhald á landi. Og þá það tvennt. Í fyrsta lagi ég á því að eignarhald á landi eigi ekki að fara út fyrir landsteinana. Mér finnst það skipta máli sem næst okkur. Að það annað ef nálægðin við eigandan þetta sem hún þó íslenska ríkisborgara að ræða, en þegar að eignin komin í verðbréfahöllina í London eða New York, það annað. Þannig ég hef hort til þessa, en síðan hef ég líka hort til hins, að ég vil ekki að auðmenn geti safnað hér upp á sína festi óendanlegum jarðeignum til að braska með. Og þetta hluti sem við erum hvort tveggja sem við erum að horfa til núna. Og ég reyndi mikið þegar ég var ráðherra að stemma stigu við þessu og ég vildi í fyrsta lagi útiloka alla aðra en íslenska ríkisborgara eða þá sem hefðu lögheimili á Íslandi til að geta eignast land hérna. Ég vildi gera það og því miður þá var fallið frá þeirri stefnu, svo sem kom á eftir mér Hanna Birna sem innanríkisráðherra og hún afnam reglugerð sem ég hef sett og sett undir stól lagafrumvarp sem lá fyrir þinginu og undir stólnum það enn því miður. Og síðan var það reyndar ekki á mínu borði þá að setja skorður við því að auðmenn næði í land. Þessum lögum síðan breytt núna 2020
og ég batt vonir við að menn myndu stíga miklu stærri skref en þó var gert. Það sem gerðist þá var reyndar, og það er mjög jákvætt, að það var reynd að gera eignarhaldið allt sýnilegra, gagnsærra og sýnilegra og búi haginn fyrir raunhæfa landnýtingarstefnu. Það er eitt sem að þarf að horfa til, að menn er að taka land úr landbúnaði, bútað allt sundur undir sumarbústaði eða einhver svona slík verkefni. Þetta er eitt. Þetta var jákvætt. Í annan stað að það voru settar ákveðna skorður við kaupum auðmanna utan EES-svæðisins. Það var gert. Þeir geta ekki keypt núna land stærra en 25 hektara en varðandi hina þá var minna raunhæfar efndir á svona ástefndum loforðum sem hefur verið gefin, og þar er það þannig að þú ert þá fyrst orðin skyldur til að tilkynna kaup og öðlast leyfi til kaupa ef þú átt þegar 5 lögbýli eða 1500 hektara lands. Og síðan getur ráðherra sem sagt bannað kaupin og skuli gera það að öllu jöfnu, eins og segir í lögunum, að öllu jöfnu ef þú er komin yfir 10.000 hektara. Hvað eru 10.000 hektara lands? 10.000 hektarar, Skálholtsjörð sem hefur verið stór jörð frá fornu fari er 1.000 hektarar. Bújarðir á Eyjafjarðarsvæðinu eða Suðurlandi, góðar bújarðir, eru þetta á bilinu 200 til 400 hektarar. Ég hef stundum nefnt Brúnastaði sem ákveðin landbúnaðarráðherra er runnin frá sem dæmi, hún er 300 hektarar. Þannig að þú þarft að eiga 30 Brúnastaði áður en farið er að setja einhverja skorður við því og kaupir meira. Og meira sé að þá er hægt að gefa undanþágur. Hvað skal gera? Ég hefði viljað að menn settu reglur, og ég tel að við að gera það, settu reglur sem segðu að það sé ekki heimilt að kaupa stærra land en við skulum segja sem nemur 2 til 3 meðal lögbýlum, sem við gerum það, sem það er 300 hektarar og ekki meira en 3, og til að taka efri mörkin að þá þyrftur að hafa búsetu á landinu. Sko, þetta eru hluti sem við þurfum að skoða, og við þurfum líka að skoða hvernig við færum að því að fjármagna að gera það gerlegt fyrir fólk sem er að bregða búi að fá einhverja sanngjarna greiðslu í sinn hlut sem er þá að koma frá ríki eða sveitarfélögum. Og þetta eru bara hluti sem að þarf að leggjast yfir og komast að niðurstöðum. Og svona reglur eru víða í löndunum í kringum okkur, í Noregi, Danmörku og víðar? Svona reglur eru, þetta var mikið rætt í Danmörku náttúrulega á sínu tíma þegar þeir voru að fara inn í Evrópusambandið, að þá vildu þeir undanþágu og fengu einhverja undanþágu að þessu leyti, og það sem að þeir óttuðust og sem er raunverulega ástæða til óttast, það er að auðkýfingar kaupa landið, hafa það bara svona sem tunglið, sko, það er svo gaman að vera einn á tunglinu og það er lagður af allur landbúnaður og svo bara lokaðir að sér og heilu svæðin fari í eyði. Þau fara í rauninni í, sko, byggðin fer í eyði. Mér fannst ágætt sem einhver sagði einhvers staðar á netinu daginn að, eða var það í viðtali í Fréttablaðinu held ég, að það var ekkert gaman að vera í Þorrablóti þar sem aðeins 2 mættu vegna þess að allir aðrir varir fluttir úr byggðarlaginu. Og það er þetta, sko, mér er svo margt að svo mörg að hyggja, svo er annað að koma til sögunar og það er nýja leiðin, sko, að græða á grænu. Sko, nú er allir að spekulera hvernig þið geti nú grætt á grænu og þá er eitt af því sem að braskarar, svona séðir braskarar eru búin að sjá, það er kolefniskvóta businessin og þá er það að, sko,
kaupa eða leigja land, bara jarðveginn til að geta gróðursett eitthvað hraðvaxta, aspir helst, það eru snokkar upp, til að geta selt kolefniskvóta. Þetta er það nýjasta. Þannig að sko, það að svo mörg að hyggja þegar að landakaupin eru annars, og þetta er ekki bara spurningum það hvort að hvernig landið er selt. Og það er oft sagt sko að hvaða máli skiptir það hvort það eru Íslendingar og útlendingar. Auðvitað ætti það ekki að skipta neinu máli. Við bara setjum lög og reglur aðgengi að landinu og svo framvegis og alveg óháð því hver á. En staðreyndin er svo að Íslendingar eru heldur feimnari við að loka að sér en erlendir menn sem að hafa vanist regluverki og hefðum sem byggja á lokun. Og svo eins og ég sagði áðan að þá skiptir það bara máli þegar að persónan, sko, hold og blóð er tekið út úr jöfnunni og þetta er komið á, þegar að Grímsstaðir á fjöllum er sko komið á verðbréfamarkaðinn eða Árnar eru konar á verðbréfamarkaðinn og hold og blóð er hvergi nærri. En Ögmundur, þú segir að kannan hafi bent til þess að Íslendingar vilji að séu takmark á því hvað menn geta eignast af jörðum og að það séu ekki seldar til erlendra auðgefinga. En Skessuhorn var selt daginn til kanadískra hjóna. Hvernig, nú er erfitt að sjá það fyrir sér hvers vegna stjórnvöld ættu að verja hagsmuni þessara kanadísku hjóna frekar heldur en vilja almennings. Hvernig getur þetta gerst að það þykir eiginlega snjallara að tryggja það að þau geti keypt Skessuhorn heldur en að standa vörðum þar sem að þú segir og kannanir benda til að sé almanna vilji? Ég bara er alveg sammála því sem að felst í þinni spurningu og ég heyri hvað þú ert að hugsa og ég spyr á móti, hvernig stendur á því að menn viðhalda kvótakerfi sem að þjóðin er á móti, hvernig stendur á því að menn vilja einkavæða heilbrigðisþjónustuna sem allir er á móti og fólk vill ekki almennt. Þetta er bara meinsemd okkar samtíðar. En þar getur við séð fyrir okkur að það var einhver æskuvinur Þorsteins Má á þingi eða einhver sem hefði verið með tengsl við eigendur klíningarinnar en ég held að enginn þekki þessi kanadísku hjón. Nei, ég held að þetta sé líka, ég held að ég þekki þau ekki og ég þekki ekki seljendur og ég þekki engan sem að þessum máli tengist og kannski eigum við ekki að hugsa það þannig, kannski eigum við bara að hugsa þetta sem kannski er þetta ágætis fólk, ég hef ekki hugmynd það. Bara skiptir einhver máli. Það sem skiptir máli er að við hugsum eins og Kínverjarnir eru sagði gera til 200-300 ára og hvernig viljum við sjá eignarhald á Íslandi þróast. Við erum að horfa til þess til dæmis að menn eru fannir að flytja fjöll út sjóleiðis til útlanda og sanda og þá spyr ég aftur og tek undir þína spurningu með vilja stjórnvalda. Það var talað það voru á annað 100 mann sem skrifuðu undir áskorun til ríkisstjórnar fyrir nokkrum árum að kaupa Grímsstað á fjöllum úr öllum öngum samfélagsins, tekjuhópum, stéttum, pólitík, en það var ekki gert. Það var boðið Hjörleifs höfði, hann var boðinn stjórnvöldum til kaupa, ríkinu til kaupa, ekki sko liti við því, og hverjir eiga það núna, það er útlent námafyrirtæki sem að sjálfsögðu farið að flytja út Mýrdalssand og þannig gerist þetta og þannig vil ég hugsa þetta, viljum við að þessi verði þróunin, nú ef við viljum endilega selja þrengslin, sko, ef við viljum endilega selja Sandfell og önnur fjöll þannig í þrengslunum til Þýskalands til að búa til umhverfisvæna steipustöðarnar hérna eða þeir sem að þessu standa, en látum það vera. Ef við viljum gera það, þá tökum við saman ákvörðun það. Það á ekki að vera í hendi, sko, enga aðila að ákveða það. Þetta eru miklu stærri spurningar en svo og þess vegna horfi ég svolítið fram hjá því hverjir þessi Kanadamennir og hverjir þessum seldu
veit það ekki, ég bara vil að við horfum á lögin og umgjörðina sem við ætlum að búa til framtíðar. Þú nefndur lögin frá 98 eða ekki, eða 97, 98. Var ekki ráð líka að breyta þeim lögum? Jú, við höfum að breyta þeim lögum. Sko, við förum lengra niður í jörðina heldur en olíu, en menn farum við olíuna í Texas. Sko, auðvitað á að takmarka það sem þarna á ferðinni. Aldamótin, rétt upp úr aldamótin, þá var tekist á vatnalög og alveg heiftarlega og það var talað mikið og lengi þau og þá var náttúrulega sagt við okkur sem að töluðum lengst, þeir í málþófi. Heyrðu, ég segi þetta málþóf hefði mátt standa fram á þennan dag. Þannig að sko menn áttuðu sér á því hvað var að gerast. En okkur tókst enga síður með þessum málþófi, þá tókst okkur að fresta vatnalögunum, samþykkt vatnalöguna og setja inn, reisa ákveðnar skorður þar við. Og nú það til dæmis inn í lögum að ef að ríkið selur land að þá aðskilur það vatnsréttindin. Það selur það ekki, vill ekki koma því til útlanda til dæmis. Og það voru sett lög sem að takmarka sem sagt nýtinguna á vatni í landiðinu, þannig að þú er að fá heimild til þessi og allar að nýta það. En þú mátt nýta vatnið undir landiniðinu að þú mátt nýta 70 lítra á sekundu og ef þú margfaldar 70 lítra á sekundu með 60 og fær mínútuna og með 60 til að fá klukkutíman og sinnum 24 þá ertu komið með 6.048.000 lítra af vatni. Það er honum sæmileg svona átöfunar versmiðja og þú mátt nota þetta til eigin nota og síðan til iðnaðar og annars slíks. En þetta eru þó skorður sjálf. Þetta eru þó skorður og auðvitað eigum að taka á þessum málum sko og horfa til allra þessara laga sem að snerta þessi mál og þegar við tölum eignarhaldið á landi þá eigum við að horfa til aðgengis almennings að landinu og annara þátt við eigum að hafa allt undir en við þurfum að taka undir með þeim sem að vilja standa á þessari vakt og ekki selja aðgengi að náttúruperlum. Aldrei selja það. Menn vildu einhver tíma áttu að gefa út náttúrupassa ef þið langaði til að horfa á Esjun eða Herðubreið eða Gullfoss að þá bara framlýsaður passa sko áður en þú vogaði að líta upp og Ég getur sett norðurljósin ámyndur með þessu það var að selja Já, menn gerðu grín að þessu ráðslagi Einars Ben hérna árið að selja norðurljósin þetta bara engin brandari lengur sko. Herðu, Ögmundur, takk fyrir að koma að Rauðaborðinu langt að allarleið frá Washington. Takk að þið fyrir. Beðilsöllum í Bandaríkjunum. Takk að þið fyrir það. Og ég veit maður. Og við snúum okkur að öðru máli, við ætlum að tala við ungu kynslóðina útlendingamál eftir augnablik. Já, við ætlum að tala útlendingamál núna. Það eru komnir hingað tvær, Íris Björk Ágústsdóttir og Anita Sóli Skeving Þórðardóttir. Þið skrifuðu grein á Vísi ásamt honum Aski Hrafni. Það sem eiginlega bref til Guðna T.H. forseta. Það hvetjan til þess að skrifa ekki undir útlendingalögin. Já, við sem sagt skrifuðum opið bref til forsetans, birtum það á Vísi til að vonandi hann og fleiri myndi sjá það og við erum að hvetja hann í að nýta sinn rétt sem samkvæmt stjórnarskrá að hann geti nýtt neitunarvald sitt. Já, eða varpa þessu til þjóðarinnar eins og Ólafur Ragnar gerði með ISIF. Einmitt. Það er bara einu sinni verið gert áður. Já, en það gleymist ofta að forsetinn geti nýtt þennan málskotarétt og þá raun og veru bara tveir kostir í stöðunni. Annarkvort dregur stjórnin frumvarpið tilbaka eða þetta fer fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er rétt að ríkisstjórnin, hvað var ekki 2004, dró tilbaka fjölmiðlafrumvarpið. Einmitt. Það er alveg. Eftir að sami Ólafur Ragnar.
En Gunni Tíðan er nú ekkert gefið svona út hann hvort hann vilji, hversu mikið hann vil nota þetta vald sitt. Hann er svona ekkert gefið mjög skýr svör hvað þarf til. Það sem Ólafur sagði, hann sagði að þetta væri vald sem hann var hægt að nota þegar að gjá hefði myndast milli þings og þjóðar. Upplifið því það að útlendingamálið sé þannig mál? Að þingi sé að gera eitthvað sem að þjóðin vill alls ekki. Málið er að útlendingamálin eru rosalega umdeilt málefni og það er mjög erfitt að sjá hvar þjóðin stendur þar sem við erum lítil þjóð en samt mjög margar mismæti skoðanir og þess vegna er ástæðan við gerum undirskriftalistan til að sýna fram hversu margir það eru sem vilja allavega að vera endurskoða lögin. Eða að þjóðin fái að ákveða og við erum að treysta á, við veitum ekki hvaða afstöðu Guðni hefur, einmitt að því hann hefur ekki tekið inn svona ákveðnara áður, en við erum að vonast bæði með því að hafa listan að hann sýni að þetta sé ekki það sem fólki raunverulega vill og að hann ákveði að taka afstöðu með mannréttindum og hafna þessu. Það er ekki verið gerð könnun þetta mál sérstaklega, en það er oft spurt útlendinga og þá kemur í ljós að Íslendingar séu svona frekar opnir. Það er mælist illa megn útlendingaandúð í könnunum. Hún er algjör minnihlutaskoðun á Íslandi. Já, málið er að okkar krafa er mjög einföld. Við erum einfaldlega að biðja að fella frumvarpið á þeim forsetum að okkur finnst að það sé ekki búið nægilega að vinna. Meirihluti Alþingis hefur neitað að fá óháð mat hvort að frumvarpið stenst stjórnarskrá. Sem ætti verið bara bare minimum. Já, og það eitt sem okkur finnst graf alvarlegt og það óháð því hver skoðun Guðni hefur á útlendingamálunum, þá ætti hann sem forseti Íslands að samt synja þessu frumvarpi einfaldlega út af því. Bara tryggja stjórnarskrá, að henni sé framfylgt, tryggja alþjóðaskuldbindningum, þeim sé framfylgt líka og síðan með þessar kannanir, almennt hefur verið ágætlega mikið samstæða og það sást eins og í mótmælunum í fyrra, ekki okkar nafni og bara hversu almenningur var bara í sjokki þegar fólk var brottisað. Rifið upp og hent til Grikklands. Nákvæmlega, eins og mjög vel orðað. Og þess vegna teljum við það sé mjög mjög stór hópur fólks sem væri til í að fella þetta og kannski margir ekki meðvitaðir þetta eða halda að þetta sé kannski bara skilvirkt af því það er það sem stjórnmálamenn er að segja þeim að þetta muni bæta útlendingalöggjöf, þetta veri skilvirkara gagnsæi bæst bara það er verið að ljúga fólki. En þetta þið hafi ekki þá trú að þetta frumvarp eða þessi lög, þetta er orðarlögum séu til bóta? Enga veginn. Bara enga veginn. Líka þegar helstu mannréttindasamtök á landinu hafa fordæmt frumvarpið en núverandi lögum, þá sjáum við það sem nóg mikla ástæðu til þess að endurskoða það og að vera bara á móti því. Við sem Ísland erum núna bara að setja fordæmi, slæmt fordæmi fyrir þessar ótrúlega ströngu útlendingalögum. Löndin í kringum okkur ganga ekki jafn langt. Við erum að svipta fólk lágmarks þjónustu. Það er ekki gert annars staðar og það er bara fárlegt. Þú ert að reyfa fólk og henda þetta á götuna, svipta það heilbrigðisþjónustu og öllum grunn mannréttindum. Hver myndi láta það bjóða sér? Hvað er þetta það sem þið gerir helst athugasemdir við að 30 dögum eftir að málur afgreitt þá fær fólk ekki aðgengi að heilbrigðisþjónustu og enga aðstoð? Eða annað, ef ég væri Guðni og spyrja hvað er að þessu frumvarpi? Hvernig myndið þið svara því? Ég held það sé mjög mikilvægt þessi punktur, en þetta er alls ekki sá eini. Bara fyrst sem þetta í hug er kærufresturinn, þessi sjálfkrafa kærufrestur sem er settur í gang. Það tekur frá tíma fyrir umsækjendur að vinna að umsókninni, afla gagna og og fyrstulega eins og Rauði krossin myndist á, þá er umsögnin gefin á íslensku og það þarf fyrst að þýða og síðan þarf að útskýra og þú ert að svifta mannesku þeim tíma sem það ætti að hafa og
mörg samtök eru sérstaklega búin að minnast á það en eins og þess að já, svona heilbrigðisþjónusta húsnæði og þannig það svona það helsta að þetta eru svo basic hlutir. Hafið þið trúað því að Guðni lesi vísi og hafið lesi greiningar? Hafið þið heyrt frá honum? Við höfum ekki heyrt frá Guðna því miður. Við höfum trúað því að ef við fáum nóg margar undirskriftir að við fáum þá athygli hjá Guðna og við vonum að með okkar öllu hjarta að hann mun lesa þessu og fylgjast með það umræðinni og hvað er búin að vera í gangi og allavega íhuga að nýta neitunarvaldið sitt. Við erum það lítið land að það er ekki ólíklegt að hann hafi séð þetta eða heyrt tala þetta. Svo bara vonum að hann hlusti. Já. Hann skiptir máli hversu margir skrifa undir. Það þið nefndu það var fjölmiðlamálið. Þá held ég að hefði verið eitthvað 33 eða 36.000 manns í mannagjálfur. Svo náttúrulega æsef hefði örugglega verið miklu fleiri. Hvað eru þið komið mörg? Við erum komið með næstu í 2000 en þetta var líka bara birt í gær. Svo þetta hefur komið mjög hratt. Finnst það skipta máli? Er málið mikilvægara ef það eru 30.000 mann sem skrifundur eða 50.000? Það skiptir eða skiptir engu máli ef það bara 15.000 skrifundur? Er það þannig? Það skiptir ekki okkur máli hvort það skrifi undir einmannskja eða 15.000 manns. Já, það skiptir en hins vegar Guðna teljum við að það gæti skipt Guðna máli og ástæðan fyrir að fjölmiðlar pikkuðu þetta upp var náttúrulega þegar það var komið yfir 1000 yfirskriftir. Svo nei, þú veist, þetta er sama hversu margir skrifa undir, þetta er ennþá ógeðslegt frumvarp. En við vonum að með því að fleiri skrifa undir, þá fáum við þetta aukna umfjöllun og meiri vitundavakning meðal almennings. Og það er ástæðan fyrir þessum lista, ekki því við erum að reyna að telja hvað sem margir eru sammála okkur því það skiptir okkur máli, heldur svo að þetta fari sem víðast. Hver eru tímamörkin? Hvenær skrifar Guðni undir þetta? Kannski er búin að skrifa undir þetta. Hvernig vitið það? Hann hefur 2 vikur til að staðfesta ef ég man rétt. Hann er ekki búinn að því allavega en þá. Herri, Íris og Anita, takk fyrir að koma hingað og kynna ykkar málstað. Já, takk fyrir að hafa okkur. Herðu, og við snúum okkur að næsta máli eftir augnablik. Já, við erum mættar hér með feministafréttir við rauðaborðið, Sara Stef Hildardóttir og Margrét Pétursdóttir og ég María Pétursdóttir. Við erum svo sem, já, ég ætla bara að heyra aðeins hvað þeir eru búin að lesa. Við ætlum aðeins að prófa breytt form hérna. Við erum ekki búin að skrá þetta eitthvað fyrirfram niður, þannig að ef ég byrja bara á þér, Sara, ertu með einhverja fréttir? Já, fréttir sem að urðu á vegi mínum undan þann dag. Ég nefnilega, fyrsta frétt sem að ég rak augun í sem að var áhugaverð, sko, var úr menningarheiminum sem er nú kannski ekki oft, sko, listinnar. En það er sérst gjörningaklúbburinn, The Love Corporation, Eyrún Sigurðardóttir og Jóni Jónsdóttir, að þær eru að opna nýja sýningu sem byggir á miðilsfundi. Já, einmitt. Það sem það er sem er miðilfundur sem átt sér stað í húsi Ásgríms Jónssonar 2019 og þær byggja sérst sköpum þessar sýningar á þessum miðilsfundi. En það kemur fram í lýsingunni sérst frá Ásgrími að hann hefur miklar áhyggjur af þróun listarinnar vegna þess að peningar eru farnir að hafa svo mikil og fjármagnseigendur eðlilega. Hann hafa svo mikið áhrif á listheimin. Ég meina að allir sem þekkja tilhældi í listum vita hvað er verið að tala um þarna, en þetta er svona kannski pínu tabú. Já. En samt hefur þetta einhvern veginn alltaf verið svona. Það var alltaf verið velgjörðar menn listamanna. Já, ég meina við getum farið bara, þú veist, mjög langt, til Leonardo da Vinci og Michelangelo sem voru náttúrulega bara sponsaðir af einhverjum kongum og eitthvað svona. Já, og þess vegna er alltaf gefin kannski, ég veit ekki, kannski á þetta bara í mjög flóknu listheimurinn, í mjög flóknu sambandi við peninga. Já, og þetta er svona eins og bara, þetta er menningaauðmagnið, sko, í rauninni versus, sko, peningaauðmagnið. Fjármagnið bara, já. Og þetta er svona, einmitt hefur verið talað svolítið um það að því listamenn eru yfirleitt bara skítblankir og fátækir. Mér finnst bara áhugavert að þær skildu benda á þetta, sko. Já. Í þessu samhengi að fjármagni væri farið að hafa of mikil áhrif
því að það lítur að segja sitt sko, fyrir reynda listamenn eins og þær. Já. Að mér finnst það bara, vakti athygli mína. Það var einmitt sko, ég mana bara í sko, í hrunin, eða fyrir hrun, þá var einmitt voru listamenn farnir að flandrast út allar trissur með útrásarveikingum og svona það var verið að og þeir voru mjög duglegir að sko sponsa listamenn og sem að var náttúrulega bara mörguleiti frábært sko en samt ekki vegna þess að svo held ég held alveg, mér minnir alveg örugglega að sumir hafi svolítið svona beðist afsökunar á of miklu glálífi og gjálífi. Af ákvarðanatöku sem já. Já, og svona kannski að fundist listin vera aðeins að gjalda fyrir þetta. Þannig að að því það má spyrja sig kannski. Og svo voru listamenn líka í þú veist sem að bara breyttu algjörlega kúrs eins og til dæmis hún Kristín Gunnlaugsdóttir sem var alltaf að mála íkonana og sérlega alveg sko fógdýr íkonamálverk til yfirstéttarinnar og hún bara sneri gjörsamlega við blaðinu og fór að mála nakta konur með bónuspoka. Já, bara algjör pöng. Já. Akkurat. Ég hef nú kannski svo sem minni áhyggjur af því að sé einhverju ríkir menn að sponsora listamenn en þegar það er farið að sko þetta er farið að koma inn í almannarými og listasöfn og annað er farið að vera sko sponsorað af kapitalistum og fá að auglýsa sig voðalega fínt og pent í gegnum menninguna. Já, ég held að það sé kannski línan sem þær eru að tala og þegar verki einkaeigu eins og Skúla Mogensen muniði og var sett upp í borgarlandinu beinlínis. En svo, og því svo má líka spyrja sig, mér finnst þetta bara áhugavert, þú veist, í samhengi við kapitalið og auðvaldið og fjármagnseigendur að hugsa út í þetta þegar listakonur sjálfar að benda á að þetta sé orðið kannski fullflókið, að því það er kannski einhver stigsmunur á hvernig Leonardo da Vinci var sponsoraður til að búa til og taka þátt í uppbyggingu bygginga inn í borgum, sko, öðruvísi heldur en að ef að listaverkin, þú veist, eru orðin framleidd þannig kannski jafnvel eins og varst að benda á þarna fyrir hrun sem einhvers konar fjárfestingamöguleikar. Já. En þetta er nú kannski nóg þetta, mér finnst þetta bara áhugavert frétt. Já, þetta er bara mjög áhugavert. Hvað segir þú, Margrét? Já, ég reyni alltaf að fylgja svolítið með því sem er að gerast í Afganistan og las áhugaverða grein eftir blaðamann í Kabul sem heitir Hujjatullah Sia og þar er hann einmitt að fara yfir svona stöðuna og minn okkur á hvernig þetta búið að vera eftir að Talibanar tóku við. Búið að vera mjög erfitt fyrir konur og stúlkur. Það er búið að ýta þeim út úr öllum opinberum geirum. Það sjást ekki í almenningsskörðum. Það er að þurft að loka fyrirtækjum og svo framvegis. Þó er síðan náttúrulega þá við hjúgrunn og kennslu barna og svona þá er búið að ýta þeim ansi vel út úr opinbera rýminu og það sem að verra er það er fá ekki lengur að fara inn í framhaldsskóla eða háskóla. En þrátt fyrir þetta og þrátt fyrir það séu með, náttúrulega það eru með mikið andóf og þær eru fangilsaðar og eina af þeim svona þekktustu aktivistum, Sarifa Jakubi, hún til dæmis var tekin fyrst núna í nóvember og henni var haldið án dóms í 40 daga kom þaðan út með mikla áfallastreituröskun og gat helst ekki tala neitt þetta neitt meira en hún er samt ennþá og hún sé ekki að virka eins og hún var og aðrar afganska konur heiminn eru að reyna að hjálpa til og það sem að hefur verið að koma upp á núna, þetta er svo frábært að þær gefast ekki upp, að það er að þær eru komnir með prógram sem að er bara það eru síma-app sem er nota til að kenna ungum stúlkum til dæmis ensku og bara framhaldsnám þannig að þær geti tekið jafnvel próf og annað og haldið áfram sínu námi og þetta er bara gert svona eiginlega, þetta er svona underground bara undir borðið á netinu algjörlega og það sem að eftir allar þessar upptalningar hjá honum Hujjatullah þá segir hann sko eftir allt það sem þessar konur í Afganistan eru búin að þurfa að þóla eiga þær nú ekki bara að fá friðarverðlaun Nóbels. Ég segi bara heyr. Heyr. Hafa þau verið gefin einhvern svona hópum eða? Eða eru þau ekki bara gefin einhverjum svona einstaklingum? Já. Það er kannski einmitt. Ég held það sko, ég held að það sé en er það ekki hugmyndin alltaf eitthvað svona genius man?
Já, það er náttúrulega mjög oft. Konan á baki mannin. En það er nú samt í öðrum eins og í vísindunum, þá eru oft fleiri sem að fá já, saman. Já, litlir hópar, einmitt. Já, en þessi hvort tveggja, það er svo Nóbelsverðlauninu auðvitað og allt svona byggir á þessari hugmynd snillingin, eða ekki? Jú, hann snillingin. Já. Hugsuðurinn. Gleymum honum ekki. Nei. Herðu, mig langaði aðeins að tala það var frétt sem að vakti athygli mína hérna bara í gær held ég. Það var mála, það er búið að taka málin á dagskrá í bankastræti klubbmálinu svo kallaða. Já. Og þar var ein kona á meðal 25 lögmanna í við störf og ég nefnilega las ekki þessa frétt. Hvað veldur eða þú veist hvernig gerist þetta? Það er bara eru 25 verjendur allt í allt, nokkri sakborningar og aðeins einn af þessum sakborningum fékk skipaða konu eða valdi sér konu sem lögfræðing. Eitthvað svoleiðis. Já, það er náttúrulega bara er þetta svona eins og slembi úrtak úr lögmannastéttinni? Já, það er góð spurning Jafnréttisparadísin Ísland. Sífellt að koma óvart. Já, ég held nú að þeir eru ekkit kannski endilega slembivaldir. Nei, ég var nú að grínast þetta væri svona eins og slembival. Ég held að þú gæti nú alveg ráðið þér þinn eigin lögfræðing í sakamáli. Já. Þannig að það er ekki nema bara að þú hefur gefna á honum eða það var það sem ég var að koma því ég er ekki við sem að fólk kannski endilega hafi efna á því svo mikið, en þá færðu bara til nefndan eða þannig skipaðan. Það var Karolína Finnbjörnsdóttir sem var eina konan hana og það var rætt við hana eitthvað út af þessu hún segir að þetta hafi nú ekki verið lýsandi fyrir lögmannsstéttina vegna þess að það séu marga konur innan lögmannsstéttarinnar. Þannig að hún sagði að það hefði komið sér persónulega óvart að hún var eina konan að það. Líka svolítið áhugavert að fara og tala við hana þetta. Eða veitir þið? Já, það er greinlega að þetta stingur í stúf, Já, einmitt. Veit ekki við hvern annan hefði þetta að tala við. Það tölum við konuna. En þú ert þessi kona, þú ert þessi eina kona. Já, þetta er svolítið þannig. Heyrðu, en svo var önnur svona frétt, það sem að mitt vantaði konur. Og það var á Eddunni. Og það hefur nú verið gagnrýnt í þessum valnefndum. Já, en það sem að mér fannst líka þessar umræðina sem kom á eftir hvar konur vantar mikið í alls það riðin að gera kvikmyndageran og menningageran sem höfuð einhverja fyrirtækja í stjórnir og þetta er bara hvar eru þær? Já, ég meina það er náttúrulega, þetta er nýfrjálshyggju feminismi sem við búum við, þannig að hann blekkir. Það er bara verið að, þetta er allt bara fyrirsláttur. En það er líka, ég veit ekki, mér það í sjálfur sér kannski ekki heldur bent vandinn, að það er vandi í einhverja svona stöður, ég veit það ekki, en mér finnst aðal vandinn að eins og þarna, þetta er alveg eins og bara, þetta er nákvæmlega sama og var að gerast í Bretlandi daginn þegar var verið að verðlauna við tókum við það ekki fyrir einmitt í einum feministafréttum þegar var verið að veita verðlaun fyrir sjónvars Jú, alveg rétt. Hvað heita þessi verðlaun aftur? BAFTA verðlaun, já. Og þá var það út af svörtum. Já, það var racial þar. Já, racial. En hérna er þetta sambarileg verðlaun, en þetta er kynja. Já, og er svona tvíhyggju alltaf dæmi. Þú veist, sem er líka stjórntæki fjárveldisins. Gleymum því ekki. Já, ég menna það hefur náttúrulega alltaf verið svolítið þannig að konur hafa ekki fengið að komast nálægt fjármagni. Bara klálega, ég er að segja, en í samingi við bara svona nýfrjálshyggju feminisma, þú veist, þá er það ákveðin fyrirsláttur líka, þessi kynjapólitík, að ætla bara að telja hausa, þú veist, hversu marga konur í stjórnir fyrirtækja, hversu marga konur, þú veist, hér eða þar, sem að síðan, þú veist, er ekki vandinn, það er til þess að maska eða fela vandan, En sjáu, ég nú bara svona, googlaði ég hans og það kom upp fyrir ett. 3 konur eru tilnefndar sem leikkona ársins í aðal- og aukahlutverkum á Edduverðlaunahátíðinni árið 2013. Í sömu flokkum hjá körlum eru 5 leikarar tilnefndir.
Brynhildur Ólafsdóttir framkvæmdastjóri Eddunar 2013 segir að í ár hafi einfaldlega færri nöfn leikkvenna borist en karla. Ef að innsend verk eða nöfn í þessu tilviki í flokkin eru 10 eða fleiri, þá eru tilnefningarnar 5. Ef innsendingarnar eru færri en 10, þá eru innsendingarnar 3, segir hún. Þannig að þú veist, já, þetta hefði eiginlega leikum við getur verið í ár, sko. Já, en þú veist, hvernig nema þeir hljóta að vera búin einhvern veginn frá þessum tíma breyta, sko, fyrir utan það að það vera að framlega mikið meira efni heldur en 2013. En sko, þeir hljóta að vera búin að breyta ferlinu á einhvern hátt, þannig að mér finnst þetta mjög undarlegt. Já, þannig að vetrarhandbókin, samanber snjómoksturinn, alltaf verið að vinna í handbókinni. Já, alltaf verið að vinna í handbókinni. En ég menna, þú veist, Sanna Magdalena sagði frá því, kannski bæti því við henni í þessu samhengi. Sanna Magdalena lagði það til í fyrra að það, nei, á síðasta kjörtímabili held ég, að það færi í gang einhver svona einhver svona áætlun varandi rasisma inn í grunnskólum. Þannig að ef að barn upplifi sig verða fyrir kynþáttafordómum og þá fari eitthvað ferli í gang og barni geti leitað, tala við einhvern og eitthvað svona. Og þetta virðist vera ennþá í vinnslu. Hún er myndið að reka eftir þessu núna. En það er einmitt. Örfáum misserum síðar. Það þarf að vanda til. Það þarf að vanda til, sjáðu. Já. Einmitt. Það er margt í þessu. Já. Það er svo furðulega svona marga fyrirstöður. Já, einmitt. Herðu, eru þið með meira? Já, það sló mig líka, ég færi okkur svona, nær kannski svona velferðarsamfélaginu og þá var ég fréttum að þetta loka Laugagerðisskóla á Snæfellsnesi. Já. Og sveitarstjórnin þar í vanda, þau eru svo blöng að þau standi ekki undir þessum rekstri, það eru 18 nemendur, 7 starfsmenn í skólanum og það þýðir að kostnaður per nemanda 11 milljónir á ári, sem bara ómikið. Þannig að þau einhvern veginn bara kiknuðu undan þessu álagi og samþyktu sér sett að leggja skólan niður í andstöðu við foreldrahópin. Og foreldrahópurinn er búin að leggja fram 2 tillögur hvernig sé hægt að bjarga þessu. En eftir að þau samþykja sér sett að loka skólanum, að þá var lagt fram frumvarp að breyta einhvern veginn hvernig jöfnunarstyrk er deilt út til sveitafélaga. Og nú kann ég ekki alveg að skýra það samhengi, en sko jöfnunarstyrkur þá til Eyja og Miklaholtsrepp sem rekur þennan skóla minnkaði samkvæmt þessum nýja frumvarpi þá 80% og sveitarstjórinn sagði að þetta væri klárlega merkjum það að það ætti að þvinga sveitarfélagið Eyja og Miklaholtsrepp í sameiningu. Já. Þú veist, þannig að bara, þau byðu bara eftir því virtist vera að þau kiknuðu undan álagi við að reka hennar skóla, svo þegar þau eru búin að ákveða að leggja niður skólan, þá er þetta frumvarp lagt fyrir það sem að þessi jöfnunarstyrkur er bara dregin niður í nánast 0 til þeirra, sem að gefur þeim ekki færi á einu sinni, þú veist, að reka stofnun eins og grunnskóla, barna og framhaldsskóla, grunnskóla frá 6 upp í 15 og verða þá að sameinast, þú veist. Já, þetta er svolítið stofnanaofbeldi. Já, svo stofnanaofbeldi mitt. Þannig að málið er þessi skóli er sem sagt á sunnanverðunesinu og þau þurfa að tala við Stykkishólmsbæ að koma börnunum í skóla, þannig að það þýðir að þau sem búa lengst frá þurfa daglega að ferðast 70 kílómetra. Pælið í þessu. Þannig að mér setja bara svo mikið hneyksli. Að þú veist, en í bara kapitalismanum, þess vegna stoppaði ég við þessa frétt, þú veist, að þetta er bara enn eitt dæmið svona niðurbróti, þið vitið. Algjörlega. Heyrðu, ein kannski fréttina í viðbót sem að ég ætlaði að minnast á líka. Ég skrifaði nú grein þetta á samstöðunni í vikunni og það er sérst kvenfyrirlitning sér landla hjá lögreglunni í London. Það var sérst að koma út skýrsla núna það að kynþáttafordómar og kvenfyrirlitning og fyrirlitning gegn hinsegin fólki er bara landlag í lögreglunni og ég hef lagt til að henni sé bara sko splittað upp í einhverja minni einingar og það sé það fari bara í gangi einhver stórkostleg vinna. Já, og ég meni þetta er sko hryllileg mál sem eru að koma upp mörg af þessum málum. Ég var búin að sjá í þetta annars staðar á netinu. Já. Þannig að þetta er rosalegt og það hlýtur þá, vall er það einstæmi hjá lögreglunni í Bretlandi
En þetta var ekki bara í London þetta var í London því ég sá að var í minni að það sem ég hafi verið líka bara í fleiri umdæmum lögreglunar þessi skýrsla var bara gerð fyrir lögreglun í London já. En það hlýtur að vera vísbending þú veist, ef þetta eru svona svipu menning í lögreglunni allavega eins og á Vesturlöndum. Við vitum náttúrulega, ég meina, það hefur náttúrulega verið í fréttum undanfarin ár bara, varandi eins og Black Lives Matter og allt þetta sem hefur verið að gerast, þar undanfarin ár og komið til tals að bara leggja niður lögregluna hér og þar, Þannig að, Og við svo sem alveg haft okkar einmitt mál líka hérna. Já, og ég meina, við erum ekkert öðruvísi, þó við sem minna mengi, þá erum við ekkert öðruvísi. Það alltaf popp upp eitthvað svona hérna, ekkert langt síðan að lögreglukona náðist mynda lögreglukonu með svona barmerki, hatursbarmerki. Já, akkurat. Þannig að þetta ískikilegt. Já, þetta svolítið skuggalegt. Herru, ég með hérna langaði aðeins að tala loftslagsvána. Það var að koma út skýrsla í gær frá Sameinuðu þjóðunum, milliríkjanefndinni og þeir eru búin að vera með samantektarskýrslu loftslagsbreytingarnar og eru náttúrulega með alveg fullt af vinnu bara alveg til 2100 sem þeir eru að gera svona alls konar áætlanagerðir. Þetta eru þetta sláandi það sem kemur fram hvar við erum stödd og hvar við megum búast við að vera stödd eftir 2 ár. Það þessi 1,5 gráða sem við erum á leiðin að sigla mjög hratt upp í sem að mun hafa skelfilegar afleiðingar. Hvort sem fyrir eyríki sem að munu sökku í sæ eða vassmagnið okkar sem við eigum og gróður og annað og bara manneskjurnar eins og við megum búast við. Við getum auðvitað snúið sér þróa við en það virðist ekki vera neitt rosalega mikill áhugi hjá stjórnvöldum og það þeir eru ekkert að samræma sig neinstar, hvort sem það Norðurlönd, Evrópa eða heimurinn allur, það ekkert samræma á milli þess að þeir að gera. Það sem að hins vegar, mér fannst svolítið gaman að sjá var að í Svíþjóð þá hefur Greta Thunberg og aktivistar, 600 aktivistar sem kalla sig Aurora, þau hafa fengið leyfi til að fara áfram með mál gegn ríkisstjórninni vegna þess hversu lélegu eru í að koma loftslagsmálunum á koppinn. Ríkisstjórn Svíþjóðar? Já, þau eru bara sakað vanrækslu gagnvart kynslóðunum. Og ég held að með allt það sem við getum verið búin að gera og getum verið að gera, ég meina, þetta fallega plagg hérna sem að við ætlum að setja loftslagsmál í forgang, segir hérna ríkisstjórnin þegar þau tók sér saman að mynda ríkisstjórnina. Afskaplega lítið komið á koppinn og ekkert finnst mér, það þarf að spýti. Ég meina þetta sýnir manni samt eiginlega bara svart á hvítu. Nú bara náttúrulega hamrað á orkuskiptunum. Algjörlega. Sem eru náttúrulega bara hagsmunamál, Ben og Kó, Árni Finnsson segir það einmitt, hann segir það skiptir mestu máli hér sem annars þar að stjórnvöld sjáu til þess að það sé dregið úr losun á minki, ekki eitthvað órætt tal kolefnishlutleysi eða kolefnisjöfnuð. Þetta alveg rétt hjá hann. Já, en ég meina þetta hlýtur að sýna mann svart á hvítu bara einmitt hvar auðvaldið starfar. Og ég meina ég geti tala lengi þessi orkuskipti og þessa milljarða sem verið að setja í þau ár hvert. Muniði það var í fyrra. Strætó fekk 1 milljarð, rafbílar 9. Ef við tala þess það, getur við talað það næst? Tölum það næst. Höfum þetta dagskrá næsta fréttatíma í feminískum fréttum. Orkuskiptin og gerviklám næst. Og gerviklám, já. Það áhugavert. Já, ekki bara sem hugtak. Nei, einmitt. Herðu, takk fyrir þetta. Við verðum hér aftur á viku. Já, við ætlum að ræða byggðaþróun og landsbyggðirnar og til þess að hinga komin Þóroddur Bjarnason, sérfræðingur í byggðum og maðurinn sem hefur innleitt landsbyggðirnar í fleirtölu. Það voru ekki margir sem notuðu það þegar þú byrjaðir á því. Nei, það ennþá ekki í orðabókinni, óbyggðirnar eru fleirtölun, ekki landsbyggðirnar. Herðu, það eru mikla breytingar. Við erum ekki að horfa tilbaka og breytingarnar sem að kvótakerfið leiddi yfir sjávarbyggðirnar, heldur að horfa á það sem að gerast núna. Það annars vegar túrisminn og svo það hins vegar tæknin og það að verða mikil breyting á hvar fólk kýs að búa og hvaða byggðir það eru sem að byggjast upp og hverjar eru að gefa eftir eða ekki. Jú, og það auðvitað þannig að það er nú stundur sem fólk talar fjórðu innbyltinguna en ég held að með alveg fara rauk fyrir þetta sé nú bara ein löng bylting þar sem að
tæknin að taka yfir störf sem áður voru unnin af fólki og með höndum og bara á sko 19. öldinni þegar að sko svona innbyltingi var komin á fullt skriða þá voru þetta bara svo Karl Marx og fleiri sem að sögðu sko að það verið tvíþætt hætta við þetta, önnur væri svo að maðurinn væri skapandi vera sem að skapaði með höndunum, tækir náttúrun og breytti eitthvað gaglegt og það sem gerist með vélvæðingunni væri að þetta hugvit og þessi sköpun að hún færðist frá því að vera sko hjá einstaklingnum, það er að segja einstaklingurinn sagaði niður tré og tálkaði og smíðaði sér stól og stóll lengar sér ljótur, þetta er minn stóll og mín sköpunar gáfa í þessu stól yfir í það að þetta væri svona handverk þar sem að fólk kynni bara eitthvað eitt handtak, þú skrúaði bara skrúunum við 23 og það væri í rauninni enginn sem kynna smíða stól lengur heldur vera ferlið sem kynni það og þetta er til þess að... Og er þetta sjaplinn í nútímanum? Já, þannig að í staðin fyrir það að vinnan væri eitthvað sem gæði fólki lífsfyllingu og gleði og uppfyldi sköpunar þrána, að þá væri þetta eitthvað sem þú yrðir að gera til þess að lifa lífinu. Og það er þessi svona umsnúningur, það sem að maðurinn, það sem að skildi mannin frá dýrónum, væri vinnan, en við varum einhvern veginn komin í það að hugsa vinnuna sem einhverja áþján, til þess að komast heim, til þess að gera það sem að okkur finnst gera okkur af manneskjum, sem er sko að vera með fjölskyldunni og borða og sofa, sem að var sagt sko, já, það er náttúrulega það sem dýrin gera sko. Þannig að það er búið að snúðast öllu við, þetta var svona þessi gamla hugmynd og hinn hliðin á því var síðan svo að þegar að vélvæðingin kæmi og störfin sem að áður var fólk vann störfin, fekk laun og keypti vöruna, að þegar að sjálfvirknivæðingin kæmi þá yrði enginn til þess að kaupa vöruna og þetta er auðvitað ástæðan fyrir því að sko Marx og Engels héldu að kapitalismi myndi bara hrynja upp úr 1850, það væri bara, hann var að hrynja komin vegna þetta myndi aldrei ganga upp það auðvitað gerist ekki kapitalismi náttúrulega átti mjög mikið inni og mikið verið rætt hvers vegna þú veist að þetta er alveg lógist ef að framleiðslan verið sjálfvirka þá fær engin laun og þá getur enginn keypt og þá hrynur kapitalismin en það sem þetta gerðist annars vegar það að störfin voru flutt í þriðja heiminn þannig að í staðan fyrir þá 19. öldir voru verkamann í Evrópu sem gátt ekki keypt vöruna sem framleitu þá eru núna verkafólk í þriðja heiminum sem framleiði vöru sem það getur ekki keypt og hittir það var til þessi stóra millistjætt, þessi stóra þjónustustjætt þar sem að fólk sem var að vinna ekki bara var að vinna með huganum og vinna með þekkingu og allt þetta og það sem hefur verið að gerast alveg frá því að sko gufuvélin kom var að vélarnir eru að taka yfir fleiri og fleiri störf og nú er kannski komið að þessum þekkingastjættum sko. Nú er alltaf komið að háskólakennurunum, nú er alltaf komið að endurskoðendunum og lögfræðingunum og þetta er náttúrulega óskaplega merkilegt augnablik í sögunni sko. Það er aftur þessi spurning, við erum með alla þessa tækni, alla þessa framleiðslu möguleika en sko störfin sko, þau störf sem við þekkjum eru alla hverfa og þegar það svona liggur vel á okkur þá segjum við, já, en það er nú bara því að störf nú framtíðan er ekki orðin til og það verða til einhver stórkostli störf sem tölvur get ekki unnið sem við munum vinna, við bara vitum ekki hvernig við erum það í fortíðinni þannig að hefur alltaf gerst sko og þá er svona þessi hestarnir sem voru reknir sem dráttarhestar þeir fengu vinnu sem gæludýr. Já, en það var líka sagt sko að í upphafi 19. aldar upphafi 20. aldar fyrir ekki þá hafi fjöldi hestar náð hámarki í Evrópu, aldrei fleiri hestar og á þeim tíma hafi menn sagt, jú, það er nú vélar að koma að taka erfiðu störfin en það verður nú alltaf starf fyrir góðan hest þangað til að hesturinn var bara til gaman sko og það er þetta hugsanleg við vitum ekki, það er hugsanleg framtíð að sko vinnan hverfi í raun og vera miklu leyti og við verðum bara til gamans sem er kannski ekki endilega slæmt sko og lögfræðing til gamans og þá og svona alltaf tengja þetta við byggðaþróunina að þetta er þetta sem við sáum gerast í sjávarþorpunum að þú veist kvótakerfið hluti af því en hluti af því líka tæknivæðingin að störf sem að sko 20 konur unnu í frystihúsinu er allt í innu það er einhver einn tæknimaður sem kíkir á vélina öðru hvorur sko og þegar að verður að ræða það hvort að sko hver sé framtíð sjávarþorpana þá heyrir maður stundum fólk segja já þetta er nú alltaf verið svo vélvætt þetta er nú bara leifar á gömlum framleiðslu háttum eða eitthvað en einhverju leiti getur við sagt já sko sjávarþorpin eru kannski
ættum við að horfa mjög stíft á þau vegna þess að við erum að horfa inn í framtíð þar sem eftir 20 ár verði ekkert strætóbílstjórar sem við þekkið á, það verði ekkert endurskoðendur sem við þekkið á, það verði ekkert háskólakennarar sem við þekkið á vegna þess að þetta allt tæknin sem að byrja að taka störfin fyrir 200 árum komin þangað og þetta svona einhver leiti svona uggvænlegt, einhver leiti spennandi og ef maður horfir á byggðaþróuna þá getur við sagt einlega alla mannkynsöguna höfum við þurft að og lengra það, höfum við þurft að búa þar sem við séu okkur farborða þannig að safnarar í árdaga eldu bráðina og safnarar og veiðimenn landbúnaðartímanum að þá bjó fólk þar sem var gott að rækta. Þegar vélvæðingin kom þá flutti fólk úr fallegustu dölum í menguðustu stórborgir að þeir gott að séu fyrir börnunum sínum og núna allt í einu og sjávarbyggðirnar byggðist upp þar sem var stutt á miðin já, og allt þetta og færðust til eftir því sem að bátarnir urðu velvættari fóru af útnesum inn í það sem var betri hafnarskilið yfir stærri báta og þetta svona þetta hefur alltaf verið lógíkin núna erum við að horfa tíma þar sem að í það minnsta störfin að verða miklu minna tengt staðsetningu þú getur búið á einu stað og unnið á öðrum stað og hugsanlega verður þessi svona það sem gerir það að manneskju sé að selja megnið af vökutímaðinum að mæti vinna klukkan 8 og vinna til 4 það sem gerir það að manneskju kannski þetta bara svolítið að hverfa og þá verður spurningin ef fólk gæti búið hvar sem hvar myndi það kjósa að búa og þetta er bara spurning sem við vitum ekki svari við en svolítið mismunandi einhver myndi kannski segja ég myndi bara vilja búa einn í kyrðinni í dalnum og annar bara ég myndi vilja búa þar sem fjörið mest og svo framvegis þannig að Ertu ekki að ofmeta að tæknin og gervigrindin sem við nú mikið talað á Íslandi í dag að hún muni útrýma þínu starfi? Jú, ég held að það sé bara ekki spurning að það muni gerast engin spurning að það það er að segja að það gerist það að það verða miklu færri störf að það verða og ég er nú aðeins verið að prófa með áfram þessa gervigreind og það er þetta að hún getur skrifað fyrir námskeiðslýsingu þú getur sett til að kenna námskeið þetta efni og hún segir hér er stuttalýsingin á námskeiðinu hér er það sem nemendur þurfa að kunna viku 1 ættu að fara í þetta viku 2 í þetta er lesefnið og þetta er pínu frumstætt og þú þarfst að laga þetta og allt það en maður sér alveg fyrir að það sem gerist er það lögfræðingar hverf ekki en þú þarft ekki að marga þú ert komið með gervigreind yngru lögfræðingarnir sem að liggja yfir lestri alla daginn til þess að finna dómafordæmin að þeir hverfa. Já, þetta getur við fengið bara leið þannig að ég held að það en námslýsingi þú varst með gervigrindi getur bara byggt á því sem að hefur verið það er ekki framþróun í þessum háskóla sem að gervigrindin skipulega Nei og það er auðvitað takmörkunin er náttúrulega þessi að það sem þetta gerir þetta flýtir fyrir þannig að þú ert að skrifa námskeiðslýsingu frá grunni þá tekur það þig viku ef að þú gerir þetta þá ertu búin að spara þig 2 daga þú ert eftir að gera það sem þú vilt hafa þú ert komið með ramman og þetta held ég sé það sem eins með þegar fólk er að hafa áhyggjur af því að háskólanemar muni skila inn ritgerðum sem gervigreind skrifaði við erum ekki komið þangað en við erum komið þangað sem að þeir geta látið gervigreind skrifa fyrir sig fyrsta uppkast sem er bara alveg þokkalegt og þá er spurningin ég meina þegar við vorum krakkar þá voru þegar reiknivélar voru að koma að þá var skólafólk hafði ágjur af þessu hvernig ætlar að koma í veg fyrir að krakkarnir svindli síðan að gera heimadæmi með reiknivél og nú náttúrulega þetta engum í hug þannig að hvað ætlum við að gera það var reiknistokkur sem hann mátti nota ég er á þeim tíma það kunni ekki lengur á hann og þá er spurningin þessi ég meina ætlum við að mennta næstu kynslóð af nemendum þannig að koma í veg fyrir það að þeir nota einhverja tækni sem er hérna úti eða verður við að segja það er þannig að þú getur sagt við gervigreindina
skrifaði fyrir mér ritgerð efnahagshrunið á Íslandi 2008 út frá kenningum Karl Marx og hún skilaði ritgerð sem maður myndi alveg gefa svona 8 fyrir sko. Alveg bara lýsir ágætlega kenningunni, dæminu, tengir þetta ágætlega saman og þetta kannski svona kröfur höfum við að gera til fyrstásnema í félagsfræði, að þeir geti gert þetta. Þegar að gervigreindin getur gert þetta, að þá spurningin, þýðir það ekki að þetta sé nýju byrjunarpunktur, bara sem er reiknivélarnar, sko, að þú segir, þetta það sem að gervigreind getur gert. Nú komið það þér, sko. Hvað getur þú gert með þetta? Hífa þetta upp úr 8 upp í 8-10. Já, eða 8 verði bara að vera aðra kröfur fyrir 8, sko. Að 8 verði ekki lengur það sem að reikna maskina getur gert fyrir þig, sko. Það er bara verið nýja núllið. Já, nákvæmlega. Og þá var það spurning hvort að við höfum getu til að lyfta þessu. Já. Og það þarf svolítið getu til þess. Já. Þú þarft að vera betri en meðaltal fyrstásnema í félagsfræði til þess að geta lyft upp ritgerð gervigreindarinnar. Já. Og líka verður spurningi þessi, ég meina hvað þegar við erum komið með gervigreind sem til dæmis getur alveg tekið að sér svona símsvörun. Þú getur alveg hringt í flugfélagið og spjalla við, sko, í framtíðinni spjallmenni sem getur bara nokkuð en list úr þínum málum og þú þarft ekki lengur að hafa fullt af fólki í þessu, í staðin hefur þú bara gervigreind. Mun það verða til þess að, sko, allir munu bara hafa það betra og fólk þurfi bara minna að vinna eða verður það bara til þess að störfun og fækki og miklu fleiri verða atvinnulausir. Já, fátækir. Það verður stór spurning ef okkur tekst að sko 100-falda framleiðsluna. Þýðir það að allir hafi það sko 100-falt betra eða þýðir það bara 1 af hverjum 100 verði muni hafa það gott og hinni muni falla niður. Sko. Það verður eftir í hverja á framleiðslutækinu við vitnum í Marx. Já, það verður eftir í hvernig við skiptum þessu. Já. Herðu, en byggðirnar, þú hefur trú á tækninni og að fólk geti búið það sem að vill og sé ekki háði að búa nála það sem að vinnan er og vinnan er umvel að þá bara hverki alls þar. Já, sko tæknin, ég veit ekki hvort ég hef trú á tæknin, ég hef trú að tæknin muni breyta öllu. Ekki endilega til góðs. Ekki endilega, ég held að sko tæknin sem að leifir okkur að dreifa störfunum út allt, sem leifir okkur að sko sérfræðingar eða kennarar eða sum störf eru þannig að þú þarft að vera á staðnum en mörg störf eru þannig að þú þarft ekki lengur að vera á staðnum. Þú gætir nota tæknina til þess að dreifa þeim út allt. Þú gætir líka nota tæknina til að þjappa þeim öllum á eitt stað. Sko. Svolítið þessum séð með bankana. Að þú varst með bankaútibú í öllum byggðarlögum. Þegar tæknin kemur til að þá hefði það alveg geta þýtt það að sko, þú hefði meiri dreifing á starfsemi bankana en í staðin það sem gerir þetta útibúinum er lokað og það verður meiri samþjöppun á einum stað og það er sko, þú gætir verið með sko háskólakennara út all land þú gætir líka sagt, nú þurfum við ekki lengur háskóla Akureyri eða háskóla á Bifröst, við getum alveg bara, þurfum ekki eins og háskóla í Reykjavík, við getum bara haft háskólinn í Kaupmannahöfn sem við höfum einu sinni sko. Miklu betri fyrirlesa. Já, kannlega. En þessi hugmyndum að við getum eiginlega verið hvað sem er og tæknin gerir okkur frjálsa. Ég var með Viðar Halldórsson í vikunni og hann var eiginlega að benda á það að þessi hugmyndum að tæknin gerir okkur svona frjáls og að sumurleiti þá gerir tæknin okkur líka einangraðri af því að við þurfum á samfélagi að halda og þannig að hugmyndunum að ég búi í Mjóafirði og sé taki þátt í samfélagi manna er kannski ekki alveg getur verið svona köld návist, það er köld návist í gegnum tæknina. Það er það og það er svo sem það eru margar hliðar á hlutunum, við sjáum samt líka til dæmis eins og í svo þurfum aftur litlu sjávarbyggðirnar þar sem að til dæmis hlutfall innflytjenda er oft mjög hátt og stundum hefur verið að tala hafa menn haft áhyggjur af því að sko innflytjendur í litlum byggðarlögum eru stundum mjög einangraðir frá öðrum á staðnum. Það er að Íslendingarnir halda sér svolítið sér og innflytjendur halda sér sér og fólk er svona hefur gerinn að bjóðum og þorrablótið og engimættir og allt þetta sko. En eitt af því sem hefur auðvitað gerst er það að út af tækninni, út af líka hreyfanleikanum
að þá það ekkit þannig að þú takir þig upp frá Pólandi, kveðir fjölskylduna, flytir í burt og komir aldrei aftur. Þú ert bara að spjalla við ömmu á Zoom á kvöldin og þú ert að koma að fara og allt þetta, sko. Þannig að tæknin, sko, þú getur alveg, eins og fínt viðtal við þar hérna í blöðunum helgina, sko, þar sem hann var að lýsa þessu, hvernig það væri með, sko, brúðkaupsveisluna, þar sem allir eru í símanum og þar með sé enginn í samskiptum. En að einhverju leiti fólk í meiri samskiptum heldur nokkuð tíma fyrr. Það var einlega þannig, sko, börnin fór út á morgnana og þú varst bara ekkert í samskiptum við þau fyrir að koma aftur á kvöldin. Nú alveg maður í stöðum samskiptum við krakkana allan daginn. Sko. Já, þeir eru að stýra þur með fjárstýringin og allt þetta, sko. Og þannig að þetta fólk sem í brúðkaupsveislunni, sko, að það ekkert endilega að spila einhver tölvuleik, sko. Það örugglega ís, það að svara tölvupósti og það að senda skilaboð og allt þetta. Þannig að þetta þetta kaldara, en það ekkert endilega þannig að við séum í minni samskiptum hvort það öðruvísi. Það ekki svo langt síðan að fólk fór til Frakklands og neyddist til þess að læra frönsku af því að það var engin ennur leið til þess að tala við fólk. En núna erfitt fyrir fólk að læra frönsku af því að þeirra fer til Frakklands að ferða með Ísland með sér eiginlega fær alveg geta fengið fullnægingu af sko samskiptum við fólk á bara íslensku eða ensku. Og það ekki, það þetta, þú veist, þú ert ekki á staðnum þar sem þú ert nema að vera hálfu leiti. Já, og það svona félagsfræðin að tala vera svona translokal, sko, ekki hvað það heitir á íslensku, þetta, þessi gamla hugmyndir svo að, sko, kyrrstaðan sé eðlileg, þannig að þú ert búsettur einhver staðar, þú ert rótfastur, síðan tekur þau upp og þá var svona undantekning, þú flytur á einhvern annan stað og þá komin þá ertu aftur rótfastur eða jafnvel þannig að þú setur rótlaus að þú hefur verið rifin upp með rótum og svona, sko. Og svo eru sömur eins og Bámann sem segja, sko, þetta með ræturnar einlega alveg ferleg líking. Þessi hugmyndum það að sýrlendingur á Íslandi hafi verið svona upprættur og liggi einhvern veginn og mun aldrei einhvern veginn verða samur. Að í nútímanum séum við meira svona eins og skip með akkeri. Það sem þú kemur í höfn og þú hendir úr akkirinu og kannski liggur þar í áratug, kannski alla ævi, kannski eina nótt en svo bara dregur upp akkir og þú ferði eitthvað annað. Og þetta svona þessi nýji hreyfanleiki og ég held að tæknin styðji við hann, sko, þýleitinu til að, sko, það versta, ef við horfum bara á vestur-íslendingana, fólki sem fór vestur, og maður horfir á, sko, bréfaskriftin sem voru milli þeirra sem fóru vestur og þeirra sem eru eftir heima, þá sér maður það að þetta var einlega það sem var verst af öllu. Það var ekki fjöllin, það var ekki íslenska vorið, það var fólki sem skildir eftir. Og það búið að lækka þann þröskuld svo mikið. Og þetta það ekki það sama að setja í andspænis einhverjum eins og að vera á Zoom. En nú, sko, sjáum við, tæknin, hún býður upp á hlut, hún býður til dæmis upp á hluti eins og svona, svona virtual reality, svona, hvað það á íslensku, sýndarveruleika, þar sem að sko við vorum svolítið föst í því að fjarnám, að það, í gamla dag var bara bréfaskólar, þú fyrir sendt verkefni og þú listir það og sendir bréf tilbaka. Síðan komu, sko, sjónvarsútsendingar, það var mikil framföra. Þú gast verið í námi og horft á útsendingu af kennslustund, svo koma tölvurnar og fyrst tölvupósturinn og svo Zoomið. Nú sjáum við með hennar sýndarveruleika, sko, möguleika á því að það hægt að hafa kennslustofu þar sem að nemendur koma saman og það einn á Seyðisfirði og einn á Bakkafirði og einn í Kaupmannahöfn og þeir sitja í kringum borð og spjalla saman og það sko, það svona ákveðin einkenni svona nándar, það að segja að þú sér fólk hreyfa sig og brosa og allt þetta. Þetta gerir ekkit annað en að aukast. Og hvaða áhrif mun þetta hafa? Fjarnám, sko, framtíðarinnar verður alveg örugglega ekki að horfa á upptökur af kennari halda fyrirlestur. Skilur við, þannig að það er alls konar hlutir að breytast og maður fer svolítið fram og aftur, menn að stundu segja maður svona Brave New World, sko. Stundu sem er líka, Brave New World. Þetta verður áhrif á byggðamál á Íslandi. Byggðamáli voru allavega mál 2000-aldarinnar, það gríðarlegi fólksflutningar en annars. Bara hvernig
landið lá einhvern veginn breyttist í borgríki með afskektur sveitum en þetta að breytast núna það náttúrulega kannski hefur ég veit ekki hvort að teknin hafi breytt stöðu dreifðari byggða meira heldur en þéttbýlisins þá ég ekki að tala að hafa breytt lífi fólksins eða þetta svona stöðuna hvar þú ert það hefur náttúrulega, eitt af því sem hefur breyst það að það var svolítið, við horfum á svona kannski miða 20. öldina að þá var það að búa í borg eða búa í sveit var bara ákveðin pakki með kostum og göllum ef þú bjóst í borginni þá þýtti það að þú gast haft aðgang að franskri kvikmyndaháttíð og veitingastöðum og dópi og strippstöðum og hvað sem fólk hafði áhuga á gay samfélagi og alls konar sérvitringa og á sama tíma þú veist mengun og þrengsli og hátthúsnæðisverð og allt þetta og ef þú bjóst í sveitinni að þá hafðiru það voru aðri kostir sem þú hafðir og annar ekki það sem gerist með tækninni að og svona í þessum svona fljótandi nútíma að þessar gömlu skiptingar þær einhvern veginn allar í upplausn þar sem að þú getur alveg búið einhvers staðar í strjálbýli og haft ofbóðan áhuga á frönskum bíómyndum eða verið sjúkur fjárhættuspilari eða hvað sem og verið í samskiptum við svona minni hlutahópa og þá sem að kannski lítið samfélag næri ekki að halda upp í svona subkultúr en þú getur tengst inn í slíkt en á sama tíma sér maður þetta sem að þykir nú mest upplösta borgarstefna núna sem gengur út á það að gera borg á svona mannlegum skala að hinn fullkona borg þar sem þú getur farið fótgangandi þar sem lítil verslun sem þú getur gengið í þar sem þú hittir fólk þetta náttúrulega bara þorp, skilur þetta svona gamla hugmyndi, þetta þurftur að vera búið einhvern út í sveit til þess að þetta og rækta gulrætur og allt þetta þannig að svona hugmyndur okkar þéttbýli og dreifbýli það svona að við mótast á svona þessar miðalda hugmynd þar sem veggur í kringum borgina og þegar komast út fyrir veggin að þá varstu ekki lengur í borginni núna ef þú horfir á svona myndir bara af næturljósunum í Evrópu eða hvar sem það einlega útilokað að sjá hvar borgir byrja og enda þetta verður svo dreift og Ísland var kannski eitt af síðustu löndunum þar sem þetta var svona skýrt að þú varst bara með borgina hún óks og svo varstu bara með strjálbýlið og minni staðina sem að svona svolítið héldu sjó hlutfærslega minnkuðu en það fækkaði ekki beinlínis fólki yfir allt, það fækkaði ákveðnum svæðum og upp á 1960 voru menn að segja nú hlýtur þetta að fara að breytast nú á að fara að malbygga steypa veg til Keflavíkur nú hlýtur fólk að fara að búa dreifðar 1980 þetta hlýtur að fara að gerast 1990 hlýtur að fara að gerast 2000 allt í einu bara búm allt í einu gjörbreytist þetta þar sem allt í einu höfuðborgarsvæðið í mínus gagnvart öðrum svæðum á landinu. Það eru fleiri sem flytja frá borginni heldur en inni hana innanlands. Það sem þessi miklu vöxtur á stöðum þar sem að svona þessum 45 mínútna fjarlæg frá borginni þar sem þú færð fullt af kostum þess að búa dreifðar hefur líka kostina af tiltölulega mikil nálægð og það að þó að það eru kannski ekkert margir sem að þurfa aldrei að mæta í vinnuna en það eru fleiri og fleiri sem geta mætt nokkur sem í viku, mætt þeirra þarf og það er náttúrulega allt annað að þurfa að keyra í 45 mínútur hver einasta mótni 45 mínútur heim eða það að fara annað slæð og þarna eru við kannski orðið miklu líkar við tökum bara eins og London að London búin að vera áratugum saman í mínus innan Bretlands það eru fleiri sem flytja frá London heldur en til London og vöxtur London öll vegna flutningsfólks frá öðrum löndum þannig að við erum kannski loksins að sjá þetta hérna núna og ég held að sé það í augnablikinu það eru mjög fá störf sem að þú getur unnið á Raufarhöfn skilurðu, það sem að þú vinnan þín í raun og veru í Reykjavík en þú ert á Raufarhöfn, það erfitt en við erum komin að stað það sem að það að búa á Selfossi bara ekkert erfitt skilur, þannig að ég held að eftir því sem tæknin fleið fram að þá muni þetta svigrúm aukast Hvað ítir þessu áfram? Það hefur verið talað um það
hérna uppbygging á Selfoss, Akranes, Reykjanesbæ sem meðal annars það bara húsnæðisverðið bara allt og hátt á höfuðborgarsvæðinu og það hafi séu kannski ekki lágtekjufólkið en svona lægri millitekjufólkið sem að hefur farið og það ræður ekki hvort það mæti í vinnuna þannig að það þýðir bara meiri keyrsla á milli skiptir á því að geta búið í raðhúsi með garð í staðin fyrir að vera í þröngri blokka íbúð og þú borgar það fyrir með því að keyra klukktíma dag fram og tilbaka. Við gerðum rannsókn á þessu, við spurðum fólk því að þetta er svona þetta er áhugavert, hvers vegna er svona rosalega mikil fjölgun á Selfossi til dæmis og Reykjanesbær er náttúrulega raketta sko. Já, og Reykjanesbær núna er Selfoss sem vex hraðast sko, en þessi stað er svolítið misjafnir. Reykjanesbær er svolítið svona brúarbyggð af því hún er líka tengingu útlönd, brúin frá útlöndum kemur þangað sko, en Selfoss sko, er áhugavert með hann vex sko feikilega hratt og við vorum að velta fyrir okkur hverjir eru þetta sem er að flytja þangað þannig að við bara spurðum og bara sem ef við skoðum bara alla sem að hafa flutt til Selfoss á síðust árum, hvaðan eru þeir upphæðlega og það kemur það er alveg til fólk sem að ólst upp á höfuðborgarsvæðinu sem að flutta á Selfoss, það er bara fjórðungurinn af þeim sem flyttu Selfoss að það er það er annar fjórðungur sem er fólk sem að flutti frá Selfossi sem er að koma tilbaka það er þriði fjórðungur sem fólk sem er annar staðar á Suðurlandi sem er í staðan fyrir að flytja Reykjavíkur er að flytja þangað eða fólk sem er flutt til útlanda og þegar þú flyttur heim aftur að þá flyttur þú kannski ekki alla leiðina heim í sveitina en þú flyttur á Selfoss sem er nálægt og svo er fjórði hópurinn sem er fólk sem kemur annar staðar af landinu sko. Þannig að maður fær svolítið þessa mynd að húsn er kannski ekki alveg svo einfalt að það sé fólk sem ólst upp í Vesturbænum sem segja nú gefst ég upp í flyt á Selfoss, það er kannski ekki stærsti hópur en einhver sem að ólst upp einhvers staðar út á landi og húsnæðis verið þeir upp og upp að fyrir þeim er þetta kannski bara ekkert slæmur valkostur þetta er ekki alveg þannig að miðbærinn í Reykjavík sé toppurinn og svo verður þetta alltaf lakar og lakar eftir því sem ferði lengri í burtu þannig er það hjá sumum en ekki öðrum og það getur líka verið þannig að þú gætir verið með tvær manneskjur sem búa hlið við hlið á Selfossi og fyrir annari er Selfoss bara mjög fjarlægt útkverfi það er bara rosa langt í vinnuna og fyrir hinni er Selfoss samfélagi sem skiptir máli og nálæðin við höfuðborgarsvæðið bara svona eins og nálæði við góð fiskimið hún nýtir góðs af því skilur þannig þetta er líka svona, þetta er í höfðinu á fólki en síðan það sem gerist líka er að þegar eins og þegar fjölgar svona mikið eins og á Selfossi að þá fara líka að skapa svo mörg nýstörf það þarf kennara og það þarf fólk í búðina og það þarf fólk að vinna bænum og allt þetta þannig að við sjáum svona þetta er svona eins og þetta lítur mjög mikið út þessu borgarmyndun að Selfoss sé svona eins og á fyrstu stigum þess að verða að borg sem að hefur nálæðina við Reykjavík en það sem þeir hafa líka er að þeir verða þjónustu miðstöð fyrir allt Suðurlandið því ef þið vantar þjónustu og býrð á Hvolsvelli þá þarftu fyrir langflest ekkert að fara lengra heldur en á Selfoss ekki allar við í bæinn en þú sagðir nálað við fiskimið og það sem að hefur atvinnuuppbygging á Íslandi hefur verið í kringum túrisma frá hruni eða svona 2011, 2012, 2013 og þeir staðir sem að er í mestum vexti er eiginlega frá Keflavíkurflugvelli að Jökulsárlóni það er bara þannig Reykjanesbær er náttúrulega í mestum vexti núna Selfoss og þar í kring áður og svo náttúrulega Vík í Mýrdal og þú veist minna eftir því sem þú ferður lengra en að sumilegt er eins og þetta sé eiginlega byggt í kringum þessa rútuferð svona það sem að langflestir ferðamenninni fara þessa leið það er svona menn fyrir norðan og vestan og Snæfellsnesi kvart yfir að þetta er eiginlega Ísland sem er selt, það er eiginlega bara þessi leið. Jú, það er líka það að ferðaþjónustan, mjög víða er ferðaþjónustan ekki heilsárs atvinnugrein. Það kemur, þetta er svona
sumrin koma til toppar sem bara svo vertíð. Það er þetta í Reykjavík þetta orðið heilsárs. Jú, í Reykjavík það kemur manni óvart núna í februar og mars hvað mikið að túristum. Það hugsa hvernig verður þetta í sumar. Já, en þegar þú kemur á minnistaðina, kemur lengur út, þá er þetta Mývatn og svona sem er eiginlega bara seasonalt. Jú, en þá líka spyr maður sig vegna þess að þegar við hugsum til dæmis hefðbundna sveit, að þá erum við ofta að hugsa sauðfjárbú, þar sem fólk lifir bara á því að rækta sauðfé eða kúabú. Það sé svona hefðbundin sveit, en það í rauninni bara sveitin sem var til í iðnvæðingun á 20. öld. Ef þú fer lengra aftur í tíman, að fólk í sveitum bara gerði allt sem það gat til að komast af. Og þú fórst á sjóin, þú fórst á vertíð, þú týndir ber, þú vannst úr öllinni, þannig að þú varst með litla innastassunni. Já, nákvæmlega, varst að prjóna föt og þú gerðir allt sem þú gast. Síðan kemur þessi svona nútími þar sem að þú átt bara að framleiða eitthvað eitt fyrir markað. Þú átt bara að framleiða mjólkakjöt og ekkert annað. Þú átt bara að framleiða mjólk og ekkert annað. Og þegar við komum síðan inn í þessa öld, þar sem að menn segja, já, þetta er náttúrulega hræðilegt því að það er ekki lengur heilsársvinna að vera sauðfjárbóndi, eða það er ekki lengur heilsársvinna að vera mjólkurbóndi. Og bændur eru bara fannir að gera alls konar aðra hluti. Þeir eru að gera vörubíla og þeir eru að kenna, þeir eru með ferðaþjónustu. Það er einlega bara miklu líkar því hvernig íslenski bændur voru í 1000 ár. Þannig að ég held að ferðaþjónustan, þó hún sé ekki heilsársatvinnugrein, að þá passar hún mjög vel inn í þennan ryþma að vera einlega svona eins og ein vertíðin enn. Og það er svona... En hún náttúrulega bætir við fólki miklu meira heldur en var í sveitunum, þannig að þeir sem voru í sveitunum við bústörf, það er bara lítill hluti að fólkinu sem býr á þessari rútuferðarna frá Keflavík til Jökulsárlón. Jú, en svo í þessari sömu könnun, því eitt sem við höfum verið að velta fyrir okkur er að nú fjölgar fólki í strjálbíli, ekki þorpum, heldur bara beinlis í strjálbíli, sem er Hagstofan skilgrinni bara sem það sem eru ekki 50 manns eða fleiri. Að fjölgar í strjálbílinu eftir 150 ára fækkun, þá fjölgar aðeins ár eftir ár. Og við vorum að velta fyrir hvað er þetta fólk að gera? Hvernig lítur þetta út? Og könnun er bara besta leiðin til að gera þetta, spyrja fólk bara hvað þetta að gera. Og það sem kom út úr því var að í íslensku strjálbíli að þá er cirka helmingur af þeim sem eru vinnumarkaði eru bændur að vinna við landbúnað, en bara helmingurinn af þeim vinna eingöngu við landbúnað. Skilur, þannig að það er kannski fjórðungurinn sem eru eingöngu bændur og svo er annar fjórðungur það sem að fólk er að gera alls konar aðra hluti. Og ferðaþjónustan kemur rosalega sterkt inn þar. Það sem þú ert með hefðbundin landbúnað og kannski líka ert að keyra snjómoksturstæki eða eitthvað, en svo ertu með ferðaþjónustu. Og það er einlega, maður sér einlega mestu byggða festun af því vegna þess að fólk sem kemur í strjálbíli til að vinna við ferðaþjónustu, að það er yfirleitt ekki að fara að setjast að til langframa. Það er að koma og það er yfir sumarið, stundum jáfnvel kemur sumar eftir sumar, en það er öðruvísi hópur. En Ísland er að breyta svona þessu leyti. Ef við höfum að rifja upp umræðum byggðaþróun, byggðastefnu, svona hápunkti þeirrar umræðu kannski 70-90, þá er alltaf þessu hugmyndir í gangi. Ísland hefur eiginlega breyst, þannig að þá er ég að velta fyrir mig svona hugmyndir okkar landið og þú veist byggðirnar og þetta. Maður ekki svona endun í aðeins svona hugmyndir Reykjavík, hvert er hlutur Reykjavík og gagnvart landsbyggðinni. Stundum ef maður ætti að bjóða fólki upp á að tala svona landsbyggðamál, þá færi fólk líklega að rífast Reykjavík. Því þetta er bara svo staðnað, þetta er bara fast í öllum sömu. Upplifir það ekki að svona umræðum byggðamál séu svona á skrýttum stað eitthvað? Við séum kannski að burðast með svolítið úreltar og gamlar hugmyndir. Jú, kannski, ég held að mist samt eins og það er mjög áhugavert til dæmis með, þú nefnir Reykjavíkurflugvöll, að eins og fyrir norðan finnst mér umræðan snýst miklu meira millilandaflugið heldur innlandsflugið. Ég lendi því bara því að ég var að tala um mann sem var býr fyrir norðan og var að fá hann í viðtal og ég sagði að þú hefur bara samband næstu og kemur í bæinn og þá sagði hann ég kem aldrei í bæinn lengur, ég flýg bara beint út. Það er bara þannig, það ferður bara fram í Reykjavík. Og það er líka það sem maður sér er að
það var svo lengi þannig að sko, ef maður segir svona landsbyðina nær og fjær, þetta hefur segið svona Kræin svona landsbyðina nær og svo kemur út fyrir þetta beina áhrifasvæði. Kræin náttúrulega orðin sko Reykjanes, Árborg, Skaginn. Það eiginlega Kræin í kringum nágrannasvæðið. Kræin hérna með að vera Moselsbær og það bara meikar eitthvað sem sleikur, það bara Reykjavík. Nei, og það auðvitað þannig að sko, það voða skrítið að tala sko Reykjavíkur borg, vegna þess að höfuðborgarsvæðið náttúrulega borg. Það engin munur á því að búa í Grafarvogi eða Kópavogi. Þannig að sko það eitt af sveitarfélögunum sem heitir borg og hinn sveitarfélögin í sömu borgin heita bæir sko. En málið það að þú fer lengra út, Vestfirðir, Norðurlandið, Austurlandið, að þetta eru svæði sem að voru alltaf í mínus gagnvart höfuðborgarsvæðinu. Það sem voru alltaf fleiri sem fluttu þaðan heldur en hinn áttina. Núna þetta orðið nánast jafnt. Það nánast alveg horfið þessi mínus sem að þessi svæði hafðu. Flutningarnar frá útlöndum eru orðnir sko ráðandi og maður velti fyrir sig hvað gerist þegar að við förum áratugi aftur í tíman, að þá voru einlega allir á höfuðborg, ekki allir, en flestir á höfuðborgarsvæðinu voru einhvern veginn utan á landi. Annarkvort höfðu flutt sjálfir eða foreldrar höfðu flutt. Það sem að gerist núna þegar þú bæði minnka svona þessi flutningar frá öðru landsvæðin til höfuðborgarsvæðisins, flutningarnir að utan auka svona mikið og þegar við förum frá því að þú eigir sko föðubróður eða móðusystur sem að býr einhvers staðar yfir það sé sko fjórmenningar. Það getur líka orðið til þess að það bara svona, það slitni þetta samband þar sem að krakkar séu bara líklegri til þess að komið til Tælands heldur en Þórshafnar sko. Það breyti umræðinu sko. Já, breyti hvernig við upplifum landið. Já. Og hvernig þessi byggðumræða verður líka sko. Upplifur það að við séum eitthvað svona tímamótum í svona. Það líka náttúrulega, það er annað sem að við verðum bara staða Íslands í heiminu breyttist, ég held til þess að túrismin og svona einhver liti hingað, að við vorum áður útnári í heiminum, en einhvern veginn hvernig netið færir skekkir alla og eyðir fjarlægum, að þegar maður verður svona aðtuga bara á leitarorðum á Google og fleira og bera Ísland saman við Norðurlöndin og fleira frá Ameríku, að það kom í ljós að Ísland bara jafnstort og Noregur í hugum bandaríkjamanna. Og það bara, þannig að það breytist allar fjarlægðir og bara heiminu breytist. Já, en svo þetta náttúrulega líka þetta misrétti þar sem að sko, ef þú með eina tegunda pappir í höndunum að þá bara heimurinn galopinn. Það bara ekkert land sem þú getur ekki farið til og gert það sem sýnið sko. Þú ert með aðra tegundu pappir í höndunum og þá bara kemstu hvorki í löndni strönd sko. Og ég held að það kannski er svona tilhneiging til þess að menn er að tala um svona hnattvæðingun að sjá þetta í svolítið rósröðu ljósi vegna þess að við erum að horfa á þetta svona frá okkar forréttinda stöðu sko. Og og Íslendingar auðvitað hafa, þannig að það er merkilegt með Ísland og er löng saga þess að Íslendingar fara svo mikið utan og koma aftur og ég maður rétt að það eru 80% af Íslendingu sem flytja á landi frá að koma síðan aftur og maður sér þetta í ákveðnum svona eigasamfélögum, þetta er svipað allavega á Möltu þar sem maður er rosalega margir sem flytja í burtu og koma inn aftur, þannig að þessi hugmyndum sko svona búfellaflutninga þar sem fólk skýtur hundinn og selur búslóðina og flytur í burt og kemur aldrei aftur, að við höfum svona langa sögu þessa hreyfanleika og hann hefur auðvitað aukist ennþá meira sko. Þannig að þetta er áhugavert með íslensk þjóðaþorp að það skulle ekki vera nema svona 10-12% íbúana sem hafa aldrei búið annar staðar og stór hluti að þeim eru smáböld sko. Það er þeir sem að búa í íslenskum sjávarbyggðum að sko langsamar flestir er að hafa flutt þangað í þeim skilningi annarkvort þeir aðfluttir eða þeir ólöðstöru upp, fór í burtu og einhverjum tímapunkti ákveða að koma aftur. Ef að land er að breytast þá er svona form á svona byggða dreifingu, til dæmis í hvernig við kjósum til þings eins og kjördæmin. Hvað meika þau sens eins og einhver myndi spyrja? Það er náttúrulega verið reyndar umræð það, ég held að sjálfstæðsmenn hafi ítt undir það að kjördæmi væri alltaf stór
og það væri þessi nálað sem ætti að vera ef við erum annað borða að brjóta niður land eftir kjördæmum að þá ætti að vera eitthvað svona nálað í því hún ekki lengur þannig að kjördæmakerfið algjör óskarnaður að þessu leiti. Ég held að fyrsta lagi þarf að gera skilja á milli þess að tala kjördæmi og þess að tala misvægi atkvæða. Ég veit það, en það ruglast oft saman ég held að eins og ég sé að þá helsti tilgangur kjördæmi að tryggja það að alþingi sé samkoma fólks allstaðar af landinu og þá erum við hugsað þannig að þetta eru mörg ólík samfélög og þegar við erum að taka ákvörðun þá viljum við allir hafi rödd í þessari sameiginlegu ákvörðunartöku. Ef þú segir nei, þetta er bara ein þjóð í einu landi og það skiptir einhver máli hvar þú býr það bara eins og að vera rauðhærður eða dökkar, það skiptir einhver máli að þá náttúrulega er ekki tilgangum í kjördæmi en tilgangum í kjördæmi hlýtur að vera sá að hér er einhver hópur sem býr við einhverja aðstæður og við viljum að hann eigi rödd í þessu sameiginlega ákvarðanatökuferli að sé einhver frá Vestfjörðum sem að sé að tala máli þess svæðis á alþingi. Við höfum það ekki við höfum það búið að klessa Vestfjörðum saman við Vesturland og þetta kjördæmakerfi sem við búum við núna er bara náttúrulega bara hrein skelving og bara það, við horfum bara á Reykjavík kjördæmin að þú veist, hvers konar rugl er það að skipta Reykjavík eftir endilöngu? Það er til þess að flokkur eins og til þess sósíalistaflokkurinn komist ekki á þing með því að ná 5% atkvæða í Reykjavík. Já. Það er eðlilega að þetta verða 80 þingmennana og þá myndur ná inn á þing með að ná þú veist, pluss 5% en það litið á þessum ók þannig að það var ákveðið að hafa bara 9 þing til þess að þú þyrftir að fá svona 11% í kjördæmi. Það er bara ástæðan það er einhvers að þetta er að gljúfa höfuborgir í 2 kjördæmi Oslo er bara 1 kjördæmi og Kaupmannahöfn en ef þú væri nú að fylgja þessari röksemd að fólk sem býr mismundi aðstæður eigi hafa rödd og þú ætlar að fara að skipta Reykjavík í tvend þá höfðu skiptin á hinvegin þá höfðu sagt við skulum þá taka fólki sem býr í útkverfunum sem var lengra það á ímyndilegt sameiginlegt fólki í Graf og í Kópavogi og Breiðholtinu þetta er fólk sem á einhverja hagsmuni sem eru nógu ólíkir er maður það að segja en það að segja við skulum taka borgina og skiptin í 3 kjördæmi fyrst tökum við 1 sveitafélag og skiptið langsum ekki í stæðan þessum og svo tökum við nýrri byggðirnar og gera þær að öðru kjördæmi svo skulum við búið til kjördæmi sem eru staðir eins og Akranes og Flateyri skilur við að það sem eiga ekkert sameiginlegt að þú og ég held að þegar að menn endurskoðuðu kjördæmakerfið að þá voru menn það er sem að misvægi atkvæðana kemur inn menn voru svo ofboðslega uppteknir af því að flokkarnir ættu sama séns í öllum kjördæmum. Það er að segja að ef þú hefðir öll kjördæmi jafn stór að þá er þið svona staða hversu eins flokk svipuð, nokkuð svipuð og svo ef eitt flokk verið sterkari þá fara þeir að flytja atkvæðin á milli þar sem að þetta fáránlega kerfi sem við erum með þar sem að þú getur kosið frambjóðandi einhvers flokks í einu kjördæmi og til þess að jafna útkomuna að þá er atkvæðið tekið og flutti eitthvað allt annað kjördæmi til þess að kjósa eitthvað allt annan á þing í staðan fyrir að segja kannski bara er ekki, þú veist, Norðurlandið hvað það ætti að vera margir þingmenn hvort að það eru 7 þingmenn eða eitthvað svo leiðis sem eru þá bara þingmenn sem eru kjörnir af íbúinu þar og koma inn á þing það væri í samræmi þess að grunnhugmynd bak við kjördæmi það sem við erum með núna gerir ekkert annað henn að flækja málin og er erfitt að fara á þessa leið sem að þú ert nefn og sjálfstæðismenn hafa verið í að því að þá getur tekið dæmi eins og Vestfirði þá er það eiginlega það ætti aldrei fyrir nema kannski mestalegi 2 þingmönnum og þá er þetta eiginlega komin bara nálagt einminniskjördæma kerfi en þú gætir það er erfitt að leysa þetta mál en þú gætir hann spurt veit ég hvort að Vestfirðin verið gott dæmi en það getur vel verið, þú getur sagt hér er bara dreifbýlt svæði þar sem fólk er að fást svolítið við sömu vandamálin annar stað og hér er í rauninni engin forsenda fyrir 10 flokka kerfi hér er einlega bara forsenda fyrir hægri vinstri skilur, hér verður menn bara vera það eins og gerist þegar það er einmenningskjördæmi þannig að kannski væri einmenningskjördæmi sumstaðar myndi algjörlega passa við aðstæður þar á meðan að eins og í borginni þar sem að ef þetta væri jafnt þá væri 2/3 þingmannana þar
að það er kannski ekkert óeðilegt að þar séu sko fullt af minni flokkum á þingi til þess að endurspegla fjölbreytileikan í borginni frekar að búið til eitthvað kerfi þar sem þú býr til þetta reyna að búið til sömu einsleitnina í fulltrúanum frá mjög ólíkum svæðum. Herru, við leysum þetta ekki. Það er ekki búin að leysa þetta. Herru, Þórður, gaman að fá þig hérna að tala byggðirnar. Herru, takk fyrir. Og við skiptum núna yfir í annað mál eftir augnablik. Já, hér við rauðaborðið hjá mér hún Gunnhildur Hlöðursdóttir í innslaginu sjúkrasögur. Velkomin Gunnhildur. Takk. Við ætlum aðeins að fá að heyra sögunana Gunnhildar. Við erum með þessi innslög núna svona aðeins til þess að taka stöðuna á því sem að svona bara margir þekkja, veikjast og gangi gegnum oft erfiðleika, þurfa að glíma við kerfið og annað og við erum svona aðeins að skoða hvað gerist og hvernig kemst fólk í gegnum þetta og kerfið að grípa fólk og annað. Og ég ætla bara að byrja því að spyrja þig Gunnhildur, hvernig varstu yfirleitt alltaf heilsuhraust eða? Já, alltaf mjög heilsuhraust. Alltaf mjög heilsuhraust. Já. Þú veikist í rauninni seint. Þetta greinist, mín lúnaþemba, hún greinist seint. Hún mörg ára grassera í manni áður en hún greinist sem er bara með, maður veit eftir á, hósta, sýkingum, mæði og ég greinist ekki fyrir sko 2015 þegar ég veikist mikið og er bara flutt með sjúkrabúl á spítala og þá Varstu þá komið með lúnabólgu? Nei, þá bara var ég komin í andnöð. Andnöð? Já. Og gerði mér í raun og veru enga grein fyrir hvað það væri að gerast. Nei. Varstu á vinnumarkaði á þessum tíma? Já. Þú varst þá í fullri vinnu? Já. Og svo bara gerist þetta bara eftir vinnu á kvöldi til eða mótni? Þetta var á kvöldi til. Ég var búin að finna fyrir svolítið áður. Ég var að hvað væri eiginlega í gangi. Þetta var svona erfitt með að anda og svona. En ég held bara að ég væri að fá enn eitt kvefið. Já. En þetta gerist á kvöldi til og ég var sett þarna í ytri öndunarvél. Það var eitthvað orðin frekar slæm og náði mér upp í henni og lá svo einhverja daga inn á lúnadeildinni. En þú þurftir alveg að fara í öndunarvél? Já, svona ytri. Það er stigið sem er á undan því að lenda sko í öndunarvél á gjörgæslu. Já, svoleiðis. Já. Okay. Þannig að það til einhver þá vél sem að hjálpar manni? Já, bara sem blæs loft í raun og verið bara ofan í þig, já. Já, einmitt. Já. Já. Og fóruð þér að líða betur, þú fær greiningu samt þannig upp á spítalaði við þetta eða í kjölfarið? Í kjölfarið fæ ég þessa greiningu og bara, ég tók þetta ekkit rosalega alvarlega í byrjun, ég hélt bara áfram mínu lífi eins og ég hefði gert og veikist aftur stuttu setna og þá... Og svona alvarlega líka? Já. Og þá þurfti, nei ekki svona alvarlega, nei. En þá þurfti ég svona aðeins að fara að skoða mig hvað ég væri að gera það sem ég mætti ekki gera og það voru reykingarnar sem ég þurfti að bara slökkva í og hætta. En skaðinni skeður og þetta ekki, þú tekur þetta ekki tilbaka þó þú hættir að reykja. Þú getur stoppað á þessum stað. En það hefur ekki gerst með mig, sko, ég líka þrjóskast við og held áfram að vinna alveg þangað til í janúar 2019. Já. Var mælt með því að þú myndir hætta? Já, það var mælt með því og ég fór, sko, notaði var mjög góða vinnuveitendur og gat nýtt mína veikindadaga þannig að ég var í 60-70% vinnu, fór eitthvað í fullt starf og svo bara koma því að það bara núna er komið að því. Núna þurftir bara að hætta? Ég þurfti bara að hætta, já. Hvernig leiði með það? Hræðilega, bara hræðilega. Maður vil geta hætt á sínum eigin forsendum og líka ég er 60 og það er ekkert rosalega langt í eftirlaun. En
það var ekkert það að ræða, ég var bara ekki svo vel að hætta og þá bara staðan orðin bara einhvern veginn þannig að maður heldur bara bæði, bara að það bara sé allt búið, hætt að vinna, koma með sjúkdóm, vita í raun og veru opbúslega lítið mann því ég var ekki ég var svolítið þrjósk við það að fara, vissi í raun og veru ekki hvert ég ætti að leita mér upplýsingar og vildi ekki hafa samband við samtök lúnarsjúklinga það fældi mig frá þetta sjúklingana. Já, þú vildir ekki vera einhver sjúklingur? Ég vil ekki vera sjúklingur, nei, ég er ekki sjúklingur og það var ekki fyrir en 2018 sem ég dregin á félagsfund hjá þeim og síðan er ég bara búin að vera þar, bæði er í dag varaformaður þar og já. Þú fékkst alls konar upplýsingar bara endurhæfingu eða ekki líka? Jú, ég fekk það allt frá mínu lækni og mínu hjúkrunarfræðingi upp á A3 og það heilbrigðiskerfi gagnvart mér hefur alltaf verið gott. Ég er með góðan lækni, bæði lúnalækni, heimilislækni og svo göngudeildin upp á A3 og ég hef alltaf getað haft samband við þau ef eitthvað kemur upp á. En hræðslan er svo mikil að fá þessi sömu einkenni og komi í byrjun. Því að þetta er bara, hugsunum mín bara, nú er ég bara að drepast, það er bara þannig. En svo lærir með tímanum að þekka inn á þig og veist hvað þú átt að gera. Ég fór til dæmis í fyrsta skipti í líkamsræktarsal, eða hægt að kalla það HL-stöðina, þegar ég var 2015 sjálfsagt, þá hefði þeir eru með endurhæfingu fyrir hjarta- og lúnarsjúklinga og þetta fannst mér bara að fara í hjól og fara í æfingar og eitthvað, en þetta er bara það sem bara það sem þarf að gera, þetta er bara það sem þarf að gera og þjálfa maður lungun og þessi líkamlega heilsa og æfingar sem að ég held að manni bara svona, eins og ég segi, ég er oft bara ágætlega góð, ég ger ekkert stóra hluti eða á ekki að gera einhverja stóra hluti en það tekur líka tíma að venja sig af því að gera allt sjálfur. Fá aðstoð, byggjum aðstoð. Og ég er enn bara með það í haustum að ég geti gert hlutina sjálf og ég geri það stundum. En hvernig Þú ferði í einhverja svona endurhæfingu þarna eftir? Já, ég fer í endurhæfingu upp á Reykjalund í febrúar 2016 og það var bara dásamlegt. Ég fekk að vera þar í 6 vikur en hélt samt að ég væri nú svo góða, ég væri bara svo ný og rauk beint í fulla vinnu leið og ég kom þaðan en það náttúrulega bara dróð dilka eftir sér og ég var komin í 60% starfin sumarið og síðan Hvað gerist? Hvernig breyttist síðan hlutinir? Þú ert síðan bara örorku skrifuð þetta ekki? Jú og það breytist bara svo það breytist svo margt það er bara líkamlega hæfni þess að gera eitthvað, hún verður svo lítil bara við það að taka úr þvottavélinni að þá bara stendur ekki lappinni, þú bara stendur á öndinni og þú ert svo móð og ég endaði í eitthvað sem ég ætlaði ég horfði að fólki upp á Reykjalundi með súrefnið með sér og var að æfa með sitt súrefni og ég ætlaði aldrei að lenda í þessari stöðu. Það var að drösla með súrefni? Nei, bara aldrei en 2018 þá fæ ég súrefni til að nota þessi í hreyfingu og á nóttinni. Það var erfitt að kyngja því. Það var erfitt að kyngja því og tók langan tíma að láta sjá sig með það úti. Já, einmitt. En ertu búin að svona sættast auðvitað? Já, ég veit alveg ég veit alveg hvað gerist ef ég fer að vesinast eitthvað súrefnislaus eitthvað staðar. Ég get alveg fyrir í búð og leið og kerfunni og verslað en svo er það bara pókarnir að þeir síga í. Já, einmitt. En það
En hvernig hvernig að þurfa að nota súrefni? Þarftu ekki alltaf að vera að passa að eiga súrefni? Nei, ég er með Nei, ég er með ferðavél sem er bara býr til súrefni úr loftinu. Já. Bara svona lítil ferðavél. Og hana ég nota hana sko ef ég er að fara í göngutúr, ef ég er að fara í búðir og svona allt sem er fyrir utan heimilið. Og svo er ég með stóra vél heima með sko einhverju margra metra slöngu þannig ég get labbað alla íbúðina með súrefnið og ég nota það töluvert ef ég er að gera eitthvað þá nota ég súrefnið og svo alltaf á nóttinni. En þá ertu með vantarlega einhverju svona svefngrímu eða eitthvað svo Nei, þetta er bara í nefið. Já, þetta er bara súrefni í nefið sem skrúa frá. Bara eins og er á sjúkrahúsum sem er súrefni, nei. Þetta er ekki það, þetta sé eitthvað rúslega ábyrgði. Og er það ekki, ég meina, er þetta ekki bara frábært hjálpatæki þegar maður er svona? Það er það. Þetta er sko, þetta gerir þig kleift að gera svo marga hluti. Já, og þú getur gert fullt meira eða væri bara skilningur. Já. Og svona, skilningur hjá Ríkjubæ eins og bara ef ég nefni til dæmis sundlaugar ég get ekki farið í til dæmis vassleikfumi nema upp á Reykjalundi af því það er hvergi boðið upp á súrefni í sundi nema þar og við erum búin að hafa samband við sundlaugar og jú, við gætum kannski komið með eigin kút en þá er það að drösla því út úr bílnum í hvert skipti og stilla því upp þannig að velt ekki og þannig að það er eiginlega ekki kostur. Nei. Mundi þurfa að vera þá, þú veist, hvernig ef það væri súrefni eins og eru upp á Reykjalundi, hvernig er það þá? Það þyrfti bara að vera stór tankur og það sem alltaf sé ekki 4-5 svona kranar held ég bara í vegnum á Reykjalundi og það geta margir sko verið í varsleikfum á sama tíma með súrefni auðvitað þessi slanga eitthvað að þælast fyrir manni það er bara eitthvað sem að þú venst en þetta þyrfti náttúrulega bara að vera í öllum sundlögum þetta þyrfti að vera í öllum sundlögum eða þá að þeir væri bara með kúta sem að þeir væri sjálfur með og gætu bara afhent við bara sundlega bakkan í bara í þannig kerru að maður er bara fullvissum það að hún er ekki að fara á neitt. Af því að varsleikum er eitt af því besta sem þú gerir fyrir líkamann og því líður bara svo vel á eftir. Getur gert svo marga hluti í vatni. Já, nákvæmlega. Já. En hvernig breyttist lífið þitt svona fjárhagslega við að sko það breyttist ansi mikið ansi mikið og svo sérstaklega eftir ég varð ein þá að hafa lífeyrissjóðum minn ég fæ alveg svona sæmilega tekjur úr lífeyrissjóðunum en það er ekkert sko til þess að hrópa neitt húrra fyrir þegar þú ert sko þarft að greiða húsalegu og bara alla reikningar sjálfur það er engin sem greiður á móti þér Já, þannig að og þú náttúrulega fylgir þessu ekki einhver svona kostnaður að vera þurfa að farið allt niðurgrætt? Já, það er sem sagt ég fæ niðurgrætt sem sagt hjálpatæki, ég fæ hjálpatækin sem sagt frá sjúkratryggingum en svo náttúrulega lyfin, þau eru bara það er náttúrulega hámark á þeim og þannig að það er ekki rosalega stór póstur þanniglega séð ekki þegar þú þarft að taka mikið af lyfjum líka? Já, nei, í raun og veru ekki. Ég er með innöndunarlyf og pensilín. Þú er alltaf á pensilín? Ég er alltaf á pensilín, já. Það er svona eitt partur af þessu sjúkdómi? Já, það er eitt partur af meðferðinu og svo er ég í lyfjagjöf út á ónæmiskerfi einu sinni í mánuði. Já. Og þetta hefur haldið mér bara þó nokkuð góðri. Ég hef ekki fengið svona sýkingar eins og ég var bara með trekk í trekk. Já. Hvernig eins og félag lúnasjúklinga Lúnasamtökin Lúnasamtökin Já. Hverju eru þið að sinna þarna? Sko, við erum að sinna
okkar félagsmennum og það sem við höfum verið að gera núna bara undanfarin ár, það að ná til félagsmanna sem eru nýgreindir og vera með jafningjafræðslu og hitta fólkið og svona sýna þeim fram á það að ég líti ekkert út fyrir að vera sko lúnasjúklingur og súrefni. Og það sko lífið ekkert búið þó að margir haldi það leið og fá þessa greiningu því þetta sko þegar þú fær greininguna þá ertu orðið svo mikið veikur. Það svona og þú ert hættur að geta labbað upp stiga og labbar ekki upp brekku sem að aðrir sjá ekki einu svona sé brekka. Og við höfum gert og erum að reyna að efla samtökin í bæði að fólk mæta á félagsfundi, við gefum út blað og á félagsfundunum erum við með fræðslu í annarkvöld mánuð og svo skemmtun hinn mánuðin, við erum með bingo og félagsvist og svona bara, ef það kemur upp ástunga með eitthvað skemmtilegt þá reynum við að framkvæma annað. Þannig að fólk getur líka fengið svona félagskap og einhvern svona félagslíf. Algjörlega og líka það sko við erum með opna skrifstofu einu sinni í viku frá 11 til 3 á mánudögum en við erum alltaf með símanopin. Hvað fólk yfirleitt gamalt þegar að greinast með lúnaþembu? Fyrst fannst mér þetta bara að vera sko gamalt fólk. En svo ég sko þegar maður fer að fara meira inn í að vinna í þessu og þá sér maður að það sko það mikið eða þó nokkuð af ungu fólki sem hefur veikst og þá bara það mikill misskilningur að allir lúnasjúklingar séu fyrirverandi reykingamenn. Það sko fullt af lúnasjúklingur sem með meðfædda lúnasjúkdóma, það eru lúnasjúklingar sem unnið í slæmum efnum, bændur og þetta svolítið atvinnutengdir. Og það svolítið fordómar gagnvart lúnasjúklingum og því yngri sem að sko fólk ég meina þú ert að horfa á eins og í síðasta blaðuna hvað 34 ár minni með gamla mann sem bara allt í einu veikist af einhverju mjög sjaldgæfum lúnasjúkdómi, þarf að hætta að vinna með konu og mann einhvers í 2-3 börn og það í raun og veru ekkert hægt að gera fyrir hann nema það bara lúnaskipti og aldrei hefur þessi maður reykt eða eitthvað en hann smiður og það bara alveg nóg til þessa, hann hefur jafnvel verið bara í einhverjum efnum eða þá að þetta sé erfðatengt og það bara, en ég sé alveg sko núna til dæmis eins og bara Reykjalandi við erum mikið að yngra fólki svona yngra, svona 40 milli kannski 40-50 Þú ert að koma í rauninni af Reykjalandi? Já, ég var í 3 vikur núna og náðu mér bara mjög vel upp. Hvernig hefur eitthvað verið að koma inn í félagið svona fólk COVID-hóparinn með lúnaþembu eða það ekki einn af... Það sko, lúnaþemban ekki, þú farð hann ekki af COVID. En hún getur uppgötast. Þú getur út frá COVID hún getur verið að grassera í þér í sko 10, 15, 20 ár þetta mjög svona hæggengur sjúkdómur og þú finnir í raun og veru ekki þú ferð að finna fyrir svona á síðari árum sko mikinn uppgang og mæði og þreytu og svona en þetta ekkert sem að sko að gerast skyndilega en þú finnur fyrir því skyndilega Og hvað ég meina, er fólk að deyja úr þessum sjúkdómi síðan? Já. Það ég hef... Þetta svona lífshættulegu sjúkdómi. Já, hann það. Þú verður að vera, sko, þú þarft að vera, passa þig á að vera í góðu formi og borða holt og sofa, taka lyfið þín og þá getur alveg, ef þú ferð eftir þeim ráðum sem þið eru ráðlega, þá getur alveg lifa ágætis lífi. Ég ekki að fara að klífa fjöll. Nei, en þú ekki að fara að skokka upp á esjuna. Nei, en ég get spila golf ef ég í golfbíl. Já, og ég ekki svo fljótasta, en ég get það og það ekki þar með sagt að fólk þurfa að hætta öllum áhugamálum. Nei, en þú verður bara að setja það takmörk. Já.
Ég til dæmis get ekki skúra heima hjá mér nema sitjandi á rassinum og bara mjaka mér áfram með tuskuna. Gerirðu það? Já, ég geri það stundum, já. En þú áttu ekki rétt á einhverju svona heima þrifum eða? Jú. En það er eitthvað samt ekki nóg mikið það? Það er bara til háborina skammar. Það er bara, og ég skil ekki, það er alltaf verið að tala sko að draga úr þessu þjónustinu vegna þess að skjólstæðingar eiga að gera sko meira með. Já, sjálfur. Já, og ég bara, sko, þú ert ekki öryrki eða gamalmenni af því að þú og ert með heimaþjónustu bara gannið þínu. Nei, einmitt. Og það er bara, og það er alltaf verið að sko taka af. Það er til dæmis ekki þurrkað af heima hjá þér. Það er tekið baðið og það er tekið gólfin og það er skipt á rúminu ef það er inn í pakkanum. Það er ekki þurrkað af hurðum eða rofum eða neinu sko, og þetta er eiginlega bara svona, ég er rosalega ánægð með að fá sko baðið þrifið og gólfið skúra hjá mér. Ég er mjög ánægð með það, en ég hefði alveg viljað eitthvað sem að gerði eitthvað aðeins meira. Já. Og er ekkit svona fyrir jólin eða eitthvað svona sérstaklega bóðið upp á einhverju svona? Nei, ég fikk til dæmis ekki þrif núna fyrir jólin af því að það var ekki til manneskja til þess að koma til mín. Já, þannig að svo er það líka vandamál. Það er sko vandamál, það er veikindi og það vantar fólk, það virðist ekki mega ráða, fleira fólk í þessa þjónustu og ég var bara, ég spurði hann líka að því að þau hringdi í mig, ég á bara að vera með skítugólf á jólunum. Já, bara því meður. Hvað er það? Já, víst þessi þjónusta mjög léleg, bara heima þjónustan í Reykjavíkurborg mjög léleg. Já. Þarftu aðstu eitthvað svona við að fara í búðir eða getur það alveg sjálf? Ég gerir það alveg sjálf. Ég er alveg með mínar aðferðir við að Má nú vera þeir svona Já, ég er með göngugrind og hún er stundum vel hlaðin þegar ég er að koma úr búðinni. Því ég nýti hana mjög mikið til þess að bara færa á milli ef ég er að fara niður í geymslu eða niður í rusli eitthvað, þá er ég yfirleitt með bara held í grindina og svo pókana og maður læri bara að bjarga sér. Það hlýtur nú að hafa verið líka eitthvað svona það er eitt sem ég ekki en það er eitt sem ég get ekki vanið með á, það er að hægja á mér. Það er rosalega erfitt. Eitthvað sem maður er vanur að gera sko í 60 ára við alltaf að flýta sér og gera sér mest og eiga svo allt í einu og fara bara sest þú nú bara fyrir og ég skal gera þetta fyrir þig nei en það sem ég fyrir líka er rosalega erfitt og það er alveg það er talað það til dæmis í okkar stjórn það er af hverju fólk hefur svona mikla fordóma gagnvart lúnarsjúklingum. Sko, ég er oft spurð bara af fólki sem ég þekki og þekki ekki hvað er að þér? Og ég segi ég með lúnaþembu já, rekturu og þetta er eins og þessi sama sem merki á milli lúnasjúkdóma og reykinga sem ég er alveg segum það ég get alveg viðurkennt það en það er bara ekkert allir nei og það er svona og ætla ekki hægt að reykja. En það er náttúrulega búið að hamra svo rosalega þetta játnæmið með þessa lífstílsjúkdóma Já, það er nefnilega fleiri lífstílsjúkdómar heldur en lúnasjúkdómar sem eru áunnir. Já. Það eru fullt af sjúkdómar sem eru áunnir. Já. En svo eru líka sko margir af þessum sjúkdómum sem eru kannski ekkit endilega áunnir. Nei. En þú veist, það hefur alltaf ofta eitthvað svona ýmislegt áhrif en ekkit endilega. Nei, og ef það er með eitt sjúkdóm bara til dæmis eins og lúnasjúkdóm þá kemur, ég meina sko þeir byrja það er fylgni á milli yfirleitt sko já, það er það þannig að þú komið einn af mjög mikil meiri möguleika til dæmis hjartasjúkdómi með lúnasjúklinga og svona Ertu með það í lagi? Já, eitthvað púls sem er eitthvað á hári en það er bara eitthvað sem maður bara étur pillur Já, maður brýður bara pillur
En annars ég bara, ég sko eðlisfæri mjög hraust og hérna, og eins og ég segi, ég hef verið mjög hraust undanfarin ár ef ég passa mig. Svo bara ein sýking núna í hérna februar, að hún gerði það verkum að ég er búin að vera sko mjög ónýtt síðan ég fekk þá sýkingu. Þú þarft að passa því í rauninni kannski ekstra vel. Já. Þá, eins og í COVID-inu og allir þessu líka. Já, ég er ekki búin að fá COVID. Nei, þú veist sloppið við það. Já. Það nú ótrúlegt. Það ótrúlegt, en það eru margir lúnasjúklingar sem hafa sloppið við COVID og það náttúrulega líka bara við pössuðum okkur mjög vel og hérna, erum svolítið mikið á sprittinu og erum ekki innan fólk sem veikt og bara okkar ættingjar vita það, með það þýðir ekkert að bjóða okkur í mat ef ekkur með flensu á heimilinu. Virðir fólk það, finnst þér? Já, svona nánasta fólkið, það gerir það og vinir og svona, það gerir það. Það er ekki algengt að ykkur komi í heimsókn sem ekki sýktur af ykkur. Já, það gerir það og eins á okkar fundum og svona, fólk hættir við af því að það hafi heyrst að það var eitthvað COVID, hérna, smittum var að fjölga og bara hrætt við að vera innan mikið af fólki. En þetta var mjög alvarlegu sjúkdómi fyrir okkur. Já. Hvað er fólk yfirleitt að svona eftir greiningu að halda heilsu lengi? Það er rosalega misjæmt. Það er alveg óbúslega misjæmt. Sko, mínar mælingar eru betri í dag, sem sagt öndunamælingar eru betri í dag heldur en þar voru til dæmis 2020. Og það bara segir það að ég er fyrir að þekka líka mun það vel og ég finn fljótt ef ég er að fá eitthvað fjandan í mig að þá sko veit ég alveg nú er komin tíma á það að hérna fara í steran eða ringja og vita hvort það vil taka blóðpröfið eða eitthvað og það er bara svo nauðsynlegt að sé gripið inn í strax þannig að það verði ekki að ykkur meir. Þannig að fólk einhvern veginn bara þarf að þekkin og sjálfa sig, þekkin og sjúkdómi sinn og bara svona passa sér rosalega vel. Já, og vera bara í góðu sambandi við sín lækni. Já. Og það er náttúrulega bara, það er bara alvarlegt líka ástandið í heilbrigðisþjónustunni eins og bara með heimilislækna vegna sko fyrsti viðkomustæður heilsugæslan. Og ég bara heyra allt marga sögur af því að það er engin, það er bara já þú hérna vinnur úr þessi sjálfur og það kannski, ég veit ekki hvort það sé tímaskortur, þekkingarleysi eða hvað, en fólk hefur bara orðið mikið veikt vegna þess að heilsugæslan hefur ekki viljað, ég bara kannski gerir sér ekki grein fyrir hvað alvarlegt þetta er orðið. Já, En við bendum þá bara á að gera hringi síman okkar og vita hvað við getum hjálpað með. Og það gaf mér óbúslega mikið þegar ég fór inn í þessi samtök hvað ég lærði mikið sjálfa mig, lifin og fólk hlæjandi og skemmta sér og fara til útlanda og til tenni og allt saman af því þetta er allt hægt. En það er náttúrulega bara undirbúning, þú bara pattar ekkert með í kvöld og allar að fara á morgun því þú þarft undirbúning, þú þarft að hafa súrefni úti þetta svo kallega heimasúrefni Þú mátt ekki flytja það með þér í flugvél. Nei, þú mátt ekki stóru 15 kíló á vélina. Þú flytur hann ekki með þér. Og svo það er bara í ólestri, ef ég bara á að segja svo það bara í ólestri sjúkratryggingar með þau mál að við þurfum sjálf að aðrisera því að finna eitthvað fyrirtæki í útlöndum sem að getur leigt vélar og síðasta dæmi var í Danmörku og það var bara 140.000 krónur fyrir 12 dagar sem að viðkomandi þurfti að leggja út fyrir. Í öðrum löndum það bara reikningur sem sendur beint á sjúkratryggingar og þetta er eitthvað sem að þyrfti að skoða rosalega vel að við þurfum alltaf að hafa fyrir svo miklu það við getum ekki gengið að hlutunum svona bara já. Hvað er það eiginlega með? Ég bara veit það ekki. Það er svona eins og við séum bara svona
Já, ég alveg... Búin að setja upp eitthvað velferðarkerfi og heilbrigðiskerfi. Já, og það er bara ekki að virka, mínum mati, það er bara alls ekki að virka og það er, minnst alltaf verið að skerða það þjónustu allstæðar. Nú er til dæmis, Lindi, sem hefur, séð vélar og súrefni á kútum sem margir eru bara með í bílónu hjá sér. Fólk er að fara í veiðiferðir með kútinn sinn, það er allt hægt. En nú er þeir búin að skerða þjónustuna þannig að þú getur ekki farið upp í Lindi og sótt hvort sem það eru súrefnisgleraugu eða súrefniskútar. Nú er búin að skerða það þannig að þú verður að ringja og láta senda allt heim. Og með við að þú kannst bara farið af því þið vantaði þetta og sótta, að þá er þetta nú þarf þetta að bíða. Bíða í nokkra daga. Já, og festaði heima. Ég menn þú skilir ekki eftir súrefniskúta bara út að gangi ef enginn er heima. Nei, en það er eitthvað svona ég veit ekki hvort að segja að þið verum lungnasjúklingar, ég veit ekki hvað það er sem að af hverju við fáum ekki betri þjónustu heldur en þetta. En það er bara áttu mál hjá okkur, það er bara áttu mál að fólk geti gengið að því vísu að geta fengið sitt súrefni úti, að svo borga sjúkratryggingar ekki súrefni í flugi ef þú ert að kaupa ef þú þarft súrefniskút og þarft að kaupa hann af Icelandair að þá borga sjúkratryggingar ekki það súrefni sem þú notar í háloftunum. Nei. Já, eins undarlegt eins og það er. Það því þá ert ekki á landinu. Þá ert ekki á landinu, ég veit ekki hvað þú ert á. Nei. Það er svona, þannig að það eru ýmis baráttumálin. Það er fullt af baráttumálin, fullt af þeim. Já. Og svo náttúrulega kannski bara berjast gegn fordómunum. Berjast gegn þessum fordómum, það er bara, já. Einmitt. Herðu. Já. Takk innilega fyrir að gefa okkur innsýn inn í þetta, Gunnhildur, og bara gangið þið vel og gangið ykkur vel í samtökunum líka. Takk fyrir það. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Já, lengra förum við ekki í Rauðaborðinu í kvöld en við verðum aftur hér annað kvöld. Þið getið tekið þátt í að deila þáttum með okkur því saman eru við okkar eigið dreifikerfi og þið getið gengið í Alþýðufélagið að þið viljið styðja við rekstur samstöðarinnar. Það er hægt að fara inn á heimasíðun okkar samstöðun.is og þar getið þið smellt á hnappinn skráning. Takk.